Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu 11.11.2025. Þið hefur kannski gert góð kaup í dag. Það víst eitthvað fyrirbæri í gangi sem kallast Singles Day. 20% afsláttur í fatabúðum. En við ætlum ekki að ræða neytendamál með þeim hætti, heldur með öðrum hætti. Komum betur á því síðar. Við ætlum að enda Rauðaborðið í kvöld á notalegu spjalli sem að ég átti við Ágúst Guðmundsson leikstjóra. Þið þekki nú hann það ekki flest vegna bíómyndana hans, allt á hreinu, útlægin, Land og synir og svo framvegis, en hann hefur nú skrifað nýja skáldsögu, nóvelu sem hann kallar Lux. Og hann ætlar að ræða bókina og tímabilið árin fyrir og eftir hrun sem er sem sagt hugstæður tími hjá Ágústi og veltir upp því að við tölum minna árin fyrir hrun heldur en árin eftir hrun og katastrófuna sjálfa og kannski núna liði nægilega langur tími til að við getum farið aftur til þess skeiðs. Nú Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, hann ætlar að segja Gunnari Smára frá leyndardóminum örlög og endalok byggðar norrænna manna á Grænlandi. Það voru gaman að fylgjast með því. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hann ykkur, hlustendum og áhorfendum að góðu kunnur. Hann fastagestur hér á samstöðinni, býr yfir mikilli innsýn í alþjóðamálum og hann fer yfir heimsókn Orbán, Ungverja forseta, til Trump í Washington og aðrar sviptingar í heimsmálunum í samtali við Gunnar Smára. En við ætlum að hefja leik á viðbrögðum neytendasamtakana við viðbrögðum bankana, hvað varðar húsnæðislán og annað slíkt í kjölfar dóms Hæstaréttar í svokölluðu vaxtamáli. Breki Karlsson, hann kemur hér eftir andartak og leggur spilin á borðið. Sjáum við til lands í þeim efnum, erum við betur sett nú þegar bankarnir þrír hér innan lands hafa sýnt á sín spil, erum við betur sett en fyrir þennan dóm? Og hvað mun breytast í kjölfar hinna dómana sem eiga eftir að falla á næstu vikum og mánuðum? Auðveldara fyrir ungt fólk í dag að kaupa sér húsnæði heldur en það var fyrir þennan dóm? Þetta eru spurningar sem að Breki mun svara. Og verður hér fyrsti viðmælandi eftir andartak. En ágætt, kæru hlustendur og áhorfendur að minna ykkur á það að við værum ekki hér í loftinu ef við værum ekki með áskrifendur eða stuðningsaðila. Og við vitum að langflest ykkar njóta þess að horfa á okkar dagskrá án þess að greiða eina einustu krónu fyrir og það allt í lagi með það, sérstaklega ef þið eruð ekki aflögufær. En ákall okkar í dag sem aðra daga að fyrir ykkur sem eruð aflögufær að sýna okkur stuðning í verki og viðhalda þar með dagskrá okkar og blómgana enn frekar með því að styrkja okkur með einum eða öðrum hætti. Sá stuðningur getur meðal annars falist í því sem kostar ykkur ekki eina einustu krónu eins og bara hampa efni, deila efni sem að þið eruð ána með. En mestu varðar fyrir okkur eða við getur litið við á vefslóðinni samstöðin.is og haka þar við hnapp sem heitir áskrift og skuldbindið ykkur til mánaðarlegs stuðnings, getum við að sagt, aðeins 2.750 krónur á mánuði. En það gaman að vera í góðu sambandi við ykkur. Ég var síðast í Kringlunni í dag og þar voru 3 ókunnugir einstaklingar sem að tókum í tali og þökkuðu fyrir dagskrá samstöðurinnar og við erum mjög ánægð með það samband sem við eigum við ykkur. Þátturinn hefst eftir andartak, örlítil skilaboð áður en svo kemur Breki Karlsson og ræðir málanna. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, maður verður ekki var við annað svona þegar maður hittir fólk út á götu, ekki síst foreldra, tvítugsfólks, þrítugsfólks, að það sé ennþá tölverð óvissa það hvort dómur Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða eða virðist ekki að skila Íslendingum og ekki síst ungum Íslendingum betri lánakjörum kemur að íbúðakaupum. Nú allir bankarnir þrír búnir að sýna á sín spil í kjölfar vaxta viðmiðs sem Seðlabankinn hefur gefið út. En ennþá eru svona ýmsar flækjur fyrir mér sem leikmanni, þá sýnist mér það sem að ég hef svona verið að taka úr fréttum það að menn þurfa að borga upp lánin sín kannski á skemmri tíma en þeir hafa gert en það geti hækkað greiðslubyrðina og á meðan á því stendur og mér finnst svona mörgu ósvarað og þá er nú gott að hafa aðgengi að Neytendasamtökunum og Breki Karlsson komin hingað til þess að svona reyna að uppfræða mig og ykkur hinum stöðumála. Vertu velkomin, Breki. Takk. Sko, geturðu nefnt einhvern veraldlega jákvæðan ávinning eftir að þessi dómur féll í Hæstarétti þegar við erum að tala þetta sem ég nefndi í inngangnum fyrir neytendur? Já, sko, til að byrja með þá dómurinn alveg skýr með það að öll viðmið vaxtabreytinga verða að vera hlutlæg. Þannig að hingað til hafa bankarnir tekið sér það vald að breyta bara vöxtum eftir behag. Það ekki leyfilegt lengur. Nú verður að vera fyrirfram ákveðið viðmið sem hlutlægt, skiljanlegt, venjulegu fólki, skýrt og til þess að breyta sem vextinni verða að fylgja. Jafnframt var sko raskaði þessi skilmálar sem bankarnir notuðu og hafa verið að nota. Þeir voru taldir raska jafnvægi milli lánveitanda og lántaka og það bannað líka. Það ósanngjarnt samkvæmt lögum og það mjög mikilvægt að sú niðurstaða hafi náðst. Það ekkert sem bannar bönkunum eða lánastofnunum að nota einhver önnur viðmið heldur en stýrivexti Seðlabankans eða þessa nýju parvexti bankans. Þannig að sko, núna búið að svona, ef maður slettir svona levela the playing field, sko, það búið að jafna út leikvöllin. Og núna erum við að sjá þessi útspil bankana með alveg ótrúlega háum vöxtum sem að hluta til eru vegna ótrúlegrar vaxtastefnu Seðlabanka Íslands, þar sem raunstýrivextir eru þeir hæstu í heimi, en líka það ekki bara það, heldur í skjóli þess vil ég segja, eru bankarnir að reka vaxtastefnu þar sem vaxtamunur þeirra með þeim hæstu sem gerist í hinum vestræna heimi. Munurinn á innláns- og munurinn þeirra á innláns- og útlánsvöxtum. Vaxtamunurinn
hjá íslensku bönkunum á bilinu 2,9 til 3,2%. Á meðan að í meðaltalið í Evrópu 1,69 og dönsku og norsku bankarnir eru með 1,5% í vaxtamun. Sem sagt munurinn á því að skulda fé eða eiga fé. Rauninni þetta bara innvextir bankana mínus útvextir bankana. Og menn eru svona í venjulegum heimi að kappkosta að það veri svona nálægt 2%, en hér á Íslandi þetta rúmlega 3%. Og það eru miljandi tækifæri til þess að lækka vexti. En eru bankarnir ekki einmitt nú þegar búnir að sýna okkur fram á það að þeir ætla ekki að koma á móts við neytendur og lántaka? Ég tel líklegt að bankarnir séu núna að skáka í skjóli dómsins og nota tækifærið eins og þeir hótuðu að gera þegar að dómurinn féll. Þar voru merkjasendingar á milli bankana að nú skildi svo sannarlega hækka vexti, stór alvarlegur hlutur. Það sem gerðist svo var náttúrulega ótrúlegt að menn bara lokuðu sjoppunni. Ef ríkti hér raunveruleg samkeppni og ein búð lokaði sjoppunni, þá færðu menn sig yfir í aðra búð, en því ekki það er ekki búið upp á það hér á Íslandi. Hér eru bankarnir langstæstir á lánamarkaði. Reyndar verði ég að benda á það að lífeyrissjóðirnir lokuðu aldrei sjoppunni. Þeir lánuðu áfram og það eru margir lífeyrissjóðir sem eru að bjóða miklu mun hagstæðari vexti heldur en bankarnir telja sig geta boðið núna. En er ekki sagt að þeir liggi enn að einhverju leyti undir feldi? Já, í viðbröðum? Nei, ég veit það ekki. Þeir hafa bara haldið áfram að sjoppan hefur verið opin hjá þeim allan tíman og ekkert og ég sé til dæmis að lífeyrissjóðir eru að bjóða 3,6% vexti verðtryggða og síðan eru með óverðtryggða vexti einn lífeyrissjóðurinn sem tekur mið af stýrivextum Seðlabankans pluss 1,1%. Þetta eru mun hagstæðari vextir heldur en bankarnir eru að bjóða. Þannig að við höfum alveg úr öðrum kostum að spila og náttúrulega ég bara bendi fólki á að skoða aðra kosti heldur en þessa dýru kosti sem okkur að bjóðast. Er tímabært að spá því að það verði einhver tilfærsla frá bönkunum í þessum lánum aukin yfir til lífeyrissjóðanna? Ég held bara að sá sem býður best muni á endanum hreppa hnossið og ég hvet lántaka til þess að kjósa með veskinu og velja ódýrasta kostin. Þetta eru sömu peningarnir. Á endanum þá er það lífeyrissjóðir sem eru með, þó að þeir segjum með kannski 20-25% af lánamarkaðinu sjálfum, þá eru þeir langstæstu kaupendur af fasteignar lána tryggðum bréfum bankana með kannski svona 60-65% af þeim markaði, þannig að langtum stærsti hluti markaðarins lífeyrissjóðnir eru með fingurna í honum og á einn hátt eða annan En aftur bara í einfaldri mynd lántæki fyrir þennan dóm Hæstaréttar og lántæki eftir þennan dóm Hæstaréttar núna betra að vera lántæki fá húsnæðislán í dag eftir þennan dóm heldur en fyrir? Náttúrulega, við erum kannski í miðri hringuðinni og það var náttúrulega afar slæmt og mikil óvissa sem bankarnir skópu með því að hætta að lána út og undarlegt að það eru 4 ár síðan að við stemdum að Neytendasamtökin stóðu að þessum málaferlum og sögðum þessa skilmála ólöglega. Það er 1,5 ár síðan að EFTA-dómstóllinn kom með mjög skýran dóm frá sér að þetta væri ólöglegt
að bankarnir hafi verið teknir í bólinu, svo að segja, algjörlega óundirbúnir og með því skapa þessa óvissu sem uppi varð og loka og lokuðu sjoppunni. Það er náttúrulega bara næringri átt og er stórfurðulegt að vextir séu en að því sögðu þá erum við náttúrulega ennþá í hringiðinni. Það eru 4 dómar eða 4 mál sem bíða dóms eða bíða fyrsti málið verið tekið fyrir núna í Hæstarétti bara í næstu viku og síðan eru 2 mál sem verða tekin fyrir í desember. Að hvaða leyti eru þessi mál eins eða frábrugðin þessu? Þau varða öll breytilega vexti en næsta mál til dæmis er gegn Arion banka og varðar verðtryggða vexti. Síðan eru við með annað mál sem varðar skuldabréf, ekki bara, það er ekki fasteignalán, heldur bara venjulegt skuldabréf. Þannig að við erum með þessum málum að skoða svona víðan, farum vítt svið og reyna að ná fordæmi á sem víðasta sviði í þessum máli. Já. En í storminum miðjum erum við stödd, segirðu, þannig að þér finnst kannski ekki einfalt að svara með já eða nei þegar ég spyr núna hvort aðili, manneskja sem ætlar að kaupa húsnæði, hvort að henni bjóðist betri kjör heldur en fyrir dóm Hæstaréttar. Það sem ég nefndi þarna áðan í inngangnum var að það er verið að veita styttri lán til styttri tíma. Það gæti hækkað greiðslubyrðina, ekki satt? Ég sé ekki til dæmis neinn mun á framboði, ég hef ekki séð það á framboði lífeyrissjóðanna, þannig að lífeyrissjóðslán hafa ekki breyst að mínu viti í það minnsta með dómnum. En mér finnst líka að það er verið að hengja ansi margt á þennan dóm. Það er ekkert sem dómurinn breytti nema að hann bannaði þeim bönkunum að nota ólöglega skilmála. Bönkunum gengur vel. Þeir eru að skila núna ársfjórðungs uppgjöri síðasta, hagnaðaraukningu upp á 10 upp í 50% næstu því frá síðasta ári. Þeim gengur rosalega vel. Vaxtamunurinn er hvergi meiri heldur en á Íslandi, þannig að það er alveg miljandi tækifæri ef það væri raunveruleg samkeppni að bjóða betri kjör. En því miður það búið við fákeppni þar sem bankarnir hafa komist upp með að senda merki sín á milli og að nú skildi aldeilis hækka vexti og klína því svo á þennan dóm sem hefur ekkert með það að gera. Var ekki von þín að dómurinn myndi leiða til þess að neytendur fengju betri lánakjör, ekki bara gagnsærri heldur líka betri? Já, algjörlega, og þannig að fólk gæti þá borið saman á milli og það verður þannig og það er þannig að fólk getur núna borið saman vexti til lengri tíma milli banka. Við sjáum betur hvert álag bankana er ofan á annarkvort þessar nýju parvexti Seðlabankans eða ofan á stýrivexti eða hvaða viðmið sem bankarnir ætla að nota og þannig getum við og þegar við getum borið saman þá getum við valið hagstæðasta kjörin og þannig mun þetta á endanum ef við trúum á samkeppnina þá mun þetta leiða til þess að bankarnir verða að lækka vexti enda hafa þeir nægilegt svigrúm eins og ég hef farið yfir. Finnst þér líklegt að hvenær er næsta vaxtaákvörðun á Seðlabankanum? Ég hef nú játað hér, nú man ég ekki. Nei. Man ég það ekki. Finnst þér líklegt að þessi samfélagslegu rök sem telt hefur verið fram að það má segja að sé ákall úr fleiri áttum núna að Seðlabankinn lækki vexti að það komi úr fleiri áttum það ákall heldur en það hefur gert. Finnst þér líklegt að Seðlabankinn víki aðeins út af eigin handriti og horfi ekki bara á verðbólgu heldur
lækki vexti að einhverju leyti með liti til þess að koma á móts við almenning meðal annars vegna þess sem við erum hér að ræða? Sko, við þessa vexti verður ekki unað. Við verðum að fá lægra vaxtastig. Við erum að sjá það að húsnæðisvextir á Íslandi, eða fasteignalánavextir á Íslandi eru 2-falt til 3-falt hærri heldur en í nágrannalöndum okkar. Og við getum ekki boðið unga fólkinu okkar, fólkinu sem þú nefndir á 20 og 30 aldri, að koma undir sér, að koma sér undir þak með vöxtum þar sem þeir eru að borga húsið sitt mörgum sinnum. Við förum ekki fram á mikið. Við förum fram á að vextir verði á pari við það sem gerist í Færeyjum. Að vaxtastigið sé að fólk sé að borga svona það bil 2% til 3% íbúðalánavexti. Og það bara það sem við viljum. Og hvernig sem það gert þá verðum við að fara þangað. Og ég er ekki svo viss það að hækka vexti á mig og þig og á 20-30 einstaklingana á Íslandi gerir mikið til þess að lækka verðbólgu. Og ég það væri miklu nær að setja einhverja skorður á stórfyrirtæki, setja einhverja skorður á eignafólk. Ef að seðlabankastjóra alvara með því að fækka tásumyndum á tenni, þá það ekki fólki sem að berjast við það að koma yfir sér þaki, sem að fara til tenni og taka af sér tásumyndir. Það þarf bara að finna aðra leiðir og réttlátari til þess að koma verðbólgunni niður. Auðvitað viljum við það öll að verðbólga lækki. En við þurfum líka að gá að því að við erum nálægt núna 10 ára meðaltali verðbólgu, 4,3%. Verðbólga bara það sem meðaltali undanfarinna 10 ára og þá þurfum við að spyrja okkur þeirra spurningar, er það raunhæft að verðbólga sé mikið lægri en þetta í þessu efnahagskerfi. Og þá þurfum við að velta fyrir okkur hvað þurfum við að gera til þess að koma verðbólgunni niður í það sem hún í nágrannalöndunum okkar. Við þurfum stöðuleika, við svona við svona verðbólgu sem verðbólgan skapar óstöðuleika. Það má segja það að ein leið til þess að lýsa verðbólgu að hún sé svona, hún færi peninga á milli í hagkerfinu á ósanngjarnan hátt. Af því þarna alltaf einbjörn að elta tvíbjörn sem elta þríbjörn og allir að reyna að hækka verðið sitt, og svo vill enginn vera svarti pétur sem situr eftir. Þannig að en það situr alltaf einhver eftir þegar allir hækka. Og þannig að það þarf svona einhvers nýtt start, nýtt upphaf aftur. Já. En svona í lokin, Breki, trúir því að mann hefur heyrst sem bankarnir tali þannig að þeir sjá fyrir sér að áhrif verðtryggingar verði minni í útlánum framtíðarinnar? Sýnist þér að við séum komin í einhvern fasa þar sem að verðtryggingin, sem mjög mikilvægt tæki í gölnu kerfi, eins og Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor, prófessor emeritus, orðaði það hér við Rauðaborðið í síðustu viku í samtali við mig. Erum við eitthvað nærði að færast út úr
mikilvægu hjálpartæki í gölnu kerfi sem að hefur gert mörgum kleift að eignast húsnæði sem ella hefði ekki orðið, en gallinn er sá að þeir borga kannski þrefalt fyrir íbúðina sína. Sko, þetta er náttúrulega mjög hlaðin spurning og ef það væri einhlítt svar við henni þá væri náttúrulega einhver fróðari mér búin að svara og gangi að laga málið. Sko, ljóst er að sko við erum alltaf að plástra eitthvað svöðusár og íslenska krónan, segir Þórólfur. Já, hún er vissulega, hún er dýr. Hún er okkur dýr og menn einhverjir vilja mælinni bót með því að segja að hún aðstóða okkur, hjálpa okkur líka í vandræðum. Ég vil bara að það sé reiknað út hvað hún kostar okkur og síðan þurfum við að taka ákvörðun hvort að sá fórnarkostnaður sé réttlætanlegur eða ekki. Já. En til þess að svara spurningunum hvort að vægi verðtryggingar sé að verði minni, finnst það ekkit ólíklegt, en stóra mál, en sko það næri enginn að kljúfa 10% húsnæðisvexti. Þegar að segjum að þú kaupir þér íbúð kostar 50 milljónir, það næri enginn að kljúfa það að borga 5 milljónir á ári bara í vexti og síðan átt eftir að borga niður lánið sjálft. Stóra málið er há vaxtabyrði þessara þjóðar og hvernig sem við förum að því þá þurfum við að ná vöxtunum niður. Bara vextirnir eru 400.000 krónur á mánuði með 50 milljónir króna. Já, sem er algjörlega galið. Þetta er bara allt galið, Breki. Og til þess að vinna þér inn fyrir sko, þessum 400.000 krónur, þá er þetta að vera með 750.000 krónur í tekjur. Já. Bara til þess að borga vextina af þessu 50 milljón krónar láni. Já, og persónulega þá sýnist mér að það sé alveg gilt sko, með það sem við höfum séð á útspilum bankana að velta því fyrir sér hvort þetta auki efnahagslega stéttaskiptingu, viðbröðin eins og þau hafa verið. Ég veit það ekki. Nei, ég ekki. Já, það má vel vera ef að þetta verður til þess að útiloka einhverja sem áður gátu tekið lán í þessu galna kerfi eins og Þórólfur kallar það, þá náttúrulega augljóslega þá verður þetta til þess að auka misskiptingu. Við munum ekki geta skipt og farið yfir í aðrar bankastofnanir og með þessar þrjárhæðastar eins og það gera nema að hér opnist virk samkeppni og þá eru það bara fyrirtæki erlendis frá og það verður ekki að óbreyttu. Það gæti orðið með eingöngu í ESB. Já, en mér finnst líka mjög áhugavert sko, leið og Kvikabanki nánast í sama mánuði og Kvikabanki kemur fram með nýjar húsnæðislán þá ráðast bæði Íslandsbanki og Arionbanki í það að vilja sameinast bankunum og nú eru sameiningaviðræður í gangi og maður svona velti fyrir sér hvort að það sé til þess að það kom ekki annar samkeppnisaðili inn á húsnæðislánamarkaðinn. Já. Ég velti líka fyrir mér að mér finnst sko þessi bankastjórar alltaf að fá einhverja silki meðferð sko þeir nenni ekki koma hingað á samstöðan og ræða okkur en þegar maður sér viðtöl við á tekin hjá svona í okkar meginströms fjölmjölum það er mér finnst vera mikil virðing lotning borin fyrir þeim, kannski er eitthvað að breytast núna, góðu dagur sagði einhver á stöð 2 í fréttatímanum Spyrill, sko er þetta ekki góðu dagur af því að það var eitthvað búið að sína á einhver spil en byrju, hvað var í pakkanum? En nú er ég farin að svona væla aðeins út frá eigin brjósti og það á ekkert erindi í sjónvarpið. En Breki, kæra þakkir fyrir að koma. Við höldum áfram spennt að fylgjast með þessu. Við sjáum hvort við erum í auga stormsins og hvort að verða einhver vatnaskil og hvort dómarnir sem eiga eftir að falla verða ykkur og þar með okkur neytendum áfram hliðhollir og hvort þetta er þá eitthvað ferli sem tekur kannski aðeins lengri tíma en við höfum verið að sjá. Ég held að svona mitt næsta ár þá erum við svona, fáum við svona smá síðustu dómarnir falla í byrjun í janúar og svo mitt næsta ár þá erum við komið með svona smá sína á þetta.
ljómandi. Höldum áfram að fylgja spennt með. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sem leiðis. Höldum áfram eftir andartak, kæru hlustundur og áhorfendur, nýrkafli eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, þá er komið að heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem er staddur í Bangkok í Tælandi. Komdu blessaður, Hilmar. Takk eftir. Við ætlum samt ekki að byrja í Tælandi, við ætlum að byrja eiginlega í Washington, þar sem að Orbán mætti frá Ungverjalandi og það fór vel með þeim eins og oft áður. Trump er mikla virðingu fyrir Orbán og talar hann sem mikinn leiðtoga í Evrópu og meðal annars þá gaf Trump Orbán eiginlega heimild til þess að kaupa olíu af Rússum á þessum fundi. Já, sko, það hefur verið gott samband á milli Orbán og Trump alveg frá því að Trump bauð sig fram fyrst, því þá var Orbán stuðningsmaður Trump í kosningunum 2016 og hefur verið gott samband á milli þeirra síðan og Orbán virðist kunna mjög vel á Trump, ólíkt Zelenski, þar sem allt verður vitlaust þegar þeir hittast oft, en allavega Orbán, já, þeir hafa svipaðar skoðanir og ná mjög vel saman og ég held að sem ég segja það að hann hafi nánasta samband við Trump af öllum leiðtogum Evrópu og við náttúrulega verðum aðdáð það hvað Ungverjaland er staðsett með austurlandamæri við Úkraínu og mjög viðkvæmum stað fyrir kaupa. Ég var að skoða hjá Reuters að þess að 74% af gasi sem Ungverjaland notar kemur frá Rússlandi og 86% olíu, þannig þeir eru mjög háðir Rússlandi. Og Orbán hefur verið að reyna að hafa gott samband við Putin og þegar Ungverjaland fór með forsæti í ráðherraráði Evrópusambandsins þá reyndi hann að fara til Moskvu og síðan til Kíev og reyndi að komast að samningum, en það féll í mjög grýttan jarðveg. En allavega það er rétt að hann fékk það fyrir svolítið tvennum sögum hvort þetta sé 1 ár eða bara framvegis. Við veitum ekki hvað stríðið stendur lengi yfir, en hann fékk undanþágu og við vitum það alveg að það er mjög gott samband á milli þeirra og virðist að farið vel á með þeim allt þetta og fyrir, sko, Ungverjaland stendur ekkert sérstaklega vel efnahagslega, þannig að fyrir Ungverjaland að fara að kaupa olíu og gas á einhverju uppsprengdu verði, mér skilst þannig að ég vil alltaf kaupa eitthvað gas af Bandaríkjunum, en að fara að kaupa svona mikið magn á uppsprengdu verði, það myndi fara mjög illa með hagkerfi Ungverjalands og ég held að hann hafi bara sagt Trump að þetta myndi eyðileggja hagkerfi Ungverjalands ef að þyrfti að kaupa þetta gas og olíu og frá einhverjum öðrum aðila, þannig að Trump féllst á þetta, þannig að þetta var niðurstaða. En má setja eitthvað svona pólitíska merkingu í þetta vegna þess að Orbán hefur til dæmis haldið ræður á fundum republikana í Bandaríkjunum og sömuleyti verið svona tákmynd þess að íhaldsmenn í Evrópu horfa til sem hefur kallað nýja hægrið í Evrópu, meðal annars út af sjónarmiðum sem Orbán hefur haldið fram að það þurfi að efla og styrkja þjóðríkin en ekki Brussel og miðstjórnarvaldið sem er kannski svipað og íhaldsmenn í Bandaríkjunum vilja hafa, að efla fylkin en draga úr alríkinu, þótt að Trump sé síðan að gera margt annað sem að styrkir alríkið enn frekar. Varaforsetinn Vance var að tala að það var eitthvað kúgun á þessari stjórnmálastefnu í Evrópu, að verið að brjóta gegn málfrelsi og það væri svona vilji til þess að mynda bandalög við nýja hægrið í Evrópu og sem er svolítið kostulegt vegna þess að Orbán er líka í ágætis tengslu við Putin og að sömuleyti af svona hugmyndalegum ástæðum að þeir eru ekkert svo fjarri hvor öðrum í pólitík. Er þetta svona dæmi á sama tíma og Trump er að draga sig út úr Evrópu að þá er hann að styrkja tengslin við kannski þá evrópska stjórnmálamenn sem hann lítur á sem samherja og sem hægt er að byggja upp eitthvað samband til lengri tíma? Já, ég held að Vísegrænlöndin öll, það er þess að Ungverjaland, Slóvakía, Tékkland og Pólland og sérstaklega Ungverjaland sem hefur landamæri þarna við gömlu Júgóslavíu.
Ég held að þeir hafa öll þessi lönd hafa verið frekar íhaldssöm varðandi innflytjendur og sérstaklega Ungverjaland og talið standa ógn af miklum straumi innflytjenda sem náttúrulega Ungverjaland í Schengen og Ungverjaland líka í Evrópusambandinu sem sameiginlegur vinnumarkaður og svo framvegis. Þetta mjög viðkvæmt fyrir þá. En já, ég held að sé ákveðin pólitísk tengsl þarna á milli. En hvað það skiptir Trump miklu máli, ég veit það ekki. Það skiptir hann einhverju máli. Hann hefur oft hælt Orbán mikið og tala vel hann þegar hann þurfti á því að halda. Og það einhvern veginn persónuleg tengsl á milli þessara manna. Ég veit ekki hvað það skiptir kannski Trump svo miklu máli en allavega þá veit hann þessa undanþágu og það hefðu ekki margir leikið þetta eftir að fá þessu undanþágu sem hann fekk og skiptir þeirra efnahagur mjög miklu máli. En já, það eru í innflytjendamálum eru þeir að svipaðri blaðsíðu og tengslin við Rússland. Ég held bara málið það að Orbán að horfa á Úkraínumálinu út frá hagsmunum Ungverjalands. Þeir eru allt aðrir heldur en hagsmunum Eystrasaltsríkjanna til dæmis. Og Ungverjaland mjög háð Rússlandi. Það eru margir Ungverjar sem búa í Úkraínu og sem þurfa að fara á vígvöllin og falla þar og þess vegna ein ástæða fyrir því Orbán mjög í á móti stríðinu. Hann líka hefur óttast að stríðið muni fara úr böndunum og það verði jafnvel notið kjarnorkuvopn og þá Ungverjaland algjörlega ofan í því og geislavirkni myndi flæða yfir Búdapest mjög fljótlega ef það eitthvað slíka átökir. Ég held að það líkur að því hafi minnkað en samt eru bæði Trump og Putin alltaf að viðra að fara að prófa kjarnorkuvopn og þau báðu það til að tala þetta. Þannig að mikið, en ég held að sé bara þetta og líka stríði fyrir mikið úr skorðum og þá hefur það áhrif á efnahag Ungverjalands. Þannig að hann hefur verið talsmaður friðar alla tíð og vilja nota diplomatiska leiðir til að vilja semja og Orbán hefur alltaf verið þeirra skoðunar að það verið algjörlega óraunhæft fyrir Úkraínu að sigra Rússland á vígvöllum. Hann hefur sagt þetta allan tíman og þetta skoðanir sem voru ríkjandi í Ungverjalandi meðal stjórnvöldum löngu áður en þetta stríð hófst. Ég var þarna á ferð árið stríð hófst og talaði við marga embættismenn og fræðimenn og þar á meðal fólk sem í kringum Orbán og þeir voru allir þeirra skoðunar að það þyrfti að semja og Úkraína myndi fara mjög illa út úr þessu stríði til lengdar. Þetta er miklu fámennara ríki og síðan gæti þetta leitt þess að þeir notu gereyðinga kjarnorkuvopn eitthvað slíkt og þá eru löndin sem eiga eins og Slóvakía og Ungverjaland óttast mjög sinn hag sem eðlilegt Þannig að varðandi Rússland þá bara í orkumál þá bara Ungverjaland í höndunum á Rússlandi og ef þeir myndi fara að kaupa þessa olíu og gas annars staðar frá þá myndi þeir fara mjög illa. Ég meina þetta fara illa með Þjóðverja, mjög illa með Þjóðverja sem innríki, bara miklu ríkara land að þurfa að kaupa olíu og gas annars staðar frá á miklu hærra verði og gert á ósamkeppnishæfa. Þeir eru að keppa við lönd eins og Kína sem eru með ódýrt vinnuafl og ekkert velferðarkerfi nánast og mjög samkeppnishæf og að kæfa sem þýska iðnaðinn og ofan á það þeir þurfa svo líka að fara að kaupa orka á mjög háu verði að þá bara myndi Ungverjaland fara mjög illa og ég held að Trump hafi bara skilið það að það var ekki raunhæft ef það átti ekki að leggja efnahag landsins í rúst að þá var það að gera þetta með Putin. Ég meina, hann hefur haft samband við Orbán en það bara þessi skoðanamunur í Evrópu. Það eru sumir sem að telja það og það var mjög ríkjandi skoðun hjá NATO í byrjun að það væri mögulegt að sigra Rússland á vígvöllunum tiltölulega fljótt með réttum tegundum af vopnum, réttum vopnum og bara tæknilega fullkomin vopn, þá myndi Rússland bara verða að hoppa og gefa eftir og fara í einhverja nauðungarsamninga. En það hefur bara ekki gerst ennþá og við erum í 4. ári stríðsins og fátt sem bendir til þess að það muni gerast. En Orbán hefur alltaf og Ungverjar hafa alltaf verið þeirra skoðunar frá því að áður en það stríð hófst að það þyrfti að leysa málefni Úkraínu með samningum og náttúrulega
þá tengist það líka Krímskaganum, en svo líka verður að hafa í huga að það hefur verið spenna á milli, það er ekki bara spenna á milli rússneska meinandi fólks í Úkraínu og úkraínska stjórnvalda í Kíev, heldur hefur líka verið spenna á milli þeirra sem að tala ungversku og búa í Úkraínu. Þannig að það er alls konar svoleiðis vandamál sem hafa valdið spilt samskiptum Úkraínu og Ungverjalands. Varðandi aftur af Trump að hann hefur til dæmis eins og gagnvart Argentínu, þá lofaði hann gríðarlega mikilli svona aðstoð, fjárhagsaðstoð eða aðstoð við að halda pesóunum uppi miklum fjármunum. Eiginlega gegn því að Argentínumenn myndu kjósa Milei sem eða flokk Milei í þingkosningunum. Þarna er hann að veita svona skoðun að bróður sínum svona eiginlega sér díl. Finnur ekki að því þótt að þau kaupi orku frá Rússlandi. Á sama tíma hann er að gagnrýna Evrópu mjög mikið fyrir að kaupa orku frá Rússlandi. Er þetta kannski svona lína frá Bandaríkjunum núna að þau Evrópulönd sem að kjósa sér flokka og leiðtoga sem að hugnast Trump, að þau geti fengið aðstoð og stuðning og velvild frá Bandaríkjunum en önnur ekki? Já, Trump ég held að það séu ekki margir leiðtogar í Evrópu sem hann ber mikla virðingu fyrir. Ég held að sé algjörlega ljóst að við tökum Macron eða það er svona blandað sambandið milli svona mixt sambandið milli hans forsætisráðherra Bretlands. Ég held að hann ber ekki mikla virðingu fyrir þeim og hann hefur beitt þá mikilli hörku og flest lönd í heiminum, langflest lönd í heiminum eru ekkert með viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi. Ég meina það sem ég þar er engar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi en hins vegar náttúrulega varðandi Argentínu og það sem er að gerast í Venezuela og Kólumbíu og Ekvador og þessum löndum, þá er þetta bakgarður Bandaríkjanna. Bandaríkjanna hafa alltaf viljað skipta sig mjög mikið af þeim málum og það er þessi Monroe-kenning sem er ennþá talað og er enn í gildi, held ég að Bandaríkin vilji ekki hafa neitt stórveldi í þessum heimsluta, þannig að það kemur ekkert óvart að Donald Trump vilji hafa áhrif í Argentínu og það stóð til á þessum tíma Argentína ætlaði sér að fara í BRICS með Brasilíu og öðrum löndum. En svo var hætt við það þegar eru forsetaskipti í Argentínu og þeir hættu við það en Brasilía er í BRICS og er að vinna mjög náið með Rússlandi og Kína og Suður-Afríku. Þannig og svo hafa Kínverjar verið að fjárfesta gríðarlega mikið í Suður-Ameríku, þannig að þetta hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir Bandaríkin og Bandaríkin vilja styrkja sína stöðu. Þannig að ef hann á skoðanabróður í Argentínu sem vill ekki fara inn í BRICS og ekki vinna með Rússum og Kínverjum, þá náttúrulega kannski er eðlilegt í stórveldasamkeppni að hann reyni að vinna með slíkum aðila heldur en að fá aðila til valda eins og í Brasilíu, aðili sem er oft eða getur verið harðorður í garð Bandaríkjanna og vinnur með löndum sem eru raunverulega óvinni Bandaríkjanna eins og staðan í dag. Það hefur verið talað að Evrópu vanti leiðtoga og það sem ég kannski að velta fyrir mig hvort að slíku leiðtogi getur orðið til nema þá í einhverju andstöðu við stefnu Bandaríkjanna af því að Trump ber ekki virðingu fyrir þeim sem að svona beygja sig undir hann ef hann sér veikleika þá slær hann viðkomandi. Þannig að svona, við höfum stundum talað það að það sé þörf á því að Evrópa setji marki sína eigin stefnu til dæmis í viðskiptum við Kína og BRICS-löndin að Evrópa, það sé erfitt að sjá að Evrópa hafi svona hag í því að taka þátt í svona tilraunum Bandaríkjamanna til þess að draga úr vægi Kína í alþjóðaviðskiptunum. Málið er það að eins og þú vitum þá er þetta belt og braut verkefni í gangi og Evrópusambandið, mörg lönd þar eru mjög skuldug stóru löndin og þeir vantar fjárfestingu og austur- og miðurlöndin voru mörg komin í það var kallað 17 + 1, það er að segja 17 lönd + 1 sem var Kína, 1 var Kína og svo voru 17 lönd í Evrópu, Austur-Evrópu, Mið-Evrópu og svo Eystrasaltsríkin sem Kína var að vinna með og Bandaríkin beittu sér mjög gegn öllu þessu samstarfi. Ungverjaland er í belt og braut. Ungverjaland gerist líka aðilega að fjárfestingabanka Asíu
Þannig að Ungverjaland er ekki bara, þeir eru ekki bara í góðu sambandi við Putin, þeir eru líka í mjög góðu sambandi við Xi Jinping í Kína. Keyptu bréf í Asíubankann með þess að þetta líkt líka, en þeir eru í belt og braut sem við megum ekki vera samkvæmt því sem að Bandaríkjastjórn segir gegnum Michael Pence sem hann var varaforseti. En það voru þarna lönd inni sem að voru að fjárfesta og það hefði þjóna hagsmunum Evrópu að vísa þannig að gallinn við Kínverjana var það að þeir steypt í 17+1 þá steyptu saman Evrópusambandsríkjum og ríki sem ekki í Evrópusambandinu. Til dæmis var Bosnía-Hercegovina í þessu 17+1 og Serbía og Albanía og þessi lönd ekki í þessara ESB steyptu svolítið saman og það passar illa saman sko að vera í samningaviðræðum við lönd sem eru bæði ESB-lönd og ekki. Og svo líka náttúrulega fyrir ESB ESB með ákveðna staðla, hvernig framkvæmdir fara fram og þeir vilja helst framkvæma allt sjálfur og þeir byggja margra hæða hús bara á einum sólarhring eða jafnbrautastöð bara nokkrum dögum. Þannig að þetta allt vísin allavega Evrópa var að fikrast í þátt að reyna að fara að vinna meira með Kína í fjárfestingu því það mikið þörf í fjárfestingu sérstaklega í Austur- og Mið-Evrópu og ríkar Evrópusambandslöndin hafa ekki getað komið með nógu mikið fjárfestingu inn í Evrópu og þess vegna var verið að skoða þetta. En þetta meira og minna gengið tilbaka núna og vegna þrýstingsbandaríkjanna sem stofnuðu ásamt Pólland og Rúmeníu það stóðu að það sem heitir 3Cs Initiative sem var annað fjárfestingarverkefni sem ég held að sé ekki mikið að gerast núna í og það var mótvægi við Kínverjana. Þannig að Bandaríkin hafa alltaf á móti því að það sé fjárfestingar frá Evrópu og einu örfáum löndum sem í NATO og ESB og sem eru samfélag rík lönd sem fóru að vinna með Kína var Grikkland og svo var það Ítalía og Ítalía hætt við öll Eystrasaltsríkin búin að draga sig út úr þessu og örugglega þrýstingur frá Washington. Þetta eru náttúrulega náin bandalagsríki í Washington. En Grikkland ennþá held ég að vinna með Kína varðandi belt og braut og var í samstarfi og eitt af því sem var óttast líka með Evrópusambandsins að mikið af ákvarðanatöku Evrópusambandsins ennþá þannig að þú ert konsensus, það þurfa allir að vera sammála og ef að Kína komið tök á einu ríki eins og Grikklandi sem veikt land, skuldugt og veikt að þá getur það skapað ákveðna pólitískar hættur. En ég meina það þýðir ekki það að Evrópa getur unnið sérstaklega í viðskiptum við Kína og haft mjög mikið gagn af því. En það hefur líka verið ákveðin tregða þar. Og svo hafa Evrópusambandsríki verið að nöldra út í fjárfestingu Kína í Afríku, sérstaklega í Afríku, sem að maður skilur ekki alveg af hverju það vegna þess að málið það, við vorum að tala það fyrir þætti, það eru komnar skipt heimsmynd, það að segja bandarísk vesturlanda heimskipan og svo Kína og bandalagsríki og ef maður skoðar fjárfestingar Kína í heiminum, þetta belt og braut, þá snýst þetta meira og minna það að leggja infrastruktúr, vegi, brýr, hafnir, flugvelli í löndum sem ekki hluta vesturlöndum, þetta aðalega þróunaríki og nývaxtaríki út allan heim, 140 lönd, það 200 lönd til í heiminum, þannig að sé komir innviður til flutninga til þessara landa og þetta kannski 85% af heiminum, fólksfjölda heiminum meðan að vesturlönd 15%. Þannig að Kínverjar, auðvitað vissu Kínverjar það að þegar þeir fara í gang með belt og braut og þeir hafa samband við Ísland og mörg önnur lönd að það myndi flest þessi lönd ekki verða hluta af þessu en þeir eru að búa sér til leiðir fram hjá þessum löndum. Og þess vegna þetta eina ástæðan fyrir því að viðskipta þvinganir og refsiaðgerðir hafa bara miklu minna vægi því það búið að búa til leiðir fram hjá Vesturlöndum og það það sem að gerast og mér finnst þess að Evrópa, hún hefur verið voðalega mikið vegna öryggismála og vegna þess að það er ekki hægt að ljúka Úkraínustríðinu á friðsamlegan hátt, þá NATO komið í klessu eins og svartabandalag og það Bandaríkin vilja ráða öllu en nú á Evrópa að borga megnið af þessu og það engin endur á Úkraínustríðinu og vegna þessa stríðs þá geta Bandaríkin haft mjög mikil áhrif á allt sem Evrópa gerir hvort sem það í fjárfestingu eða viðskiptum. Þannig að Evrópa verður eiginlega að gera eins og Bandaríkin segja í því máli sem mér með því eins og öryggismálin í dag í Evrópu. Þau eru bara þannig í dag að Evrópa hefur ekki neina samningsstöðu en það sérðu það sko að
að Evrópusambandið til 450 milljónir manna, þeir eru að semja við Bandaríkin tolla. Þetta er helstu bandalagsríki Bandaríkjanna og það 50% toll. Singapúr, í Austur-Asíu, ég núna Singapúr sem er ekki langt frá Tælandi, Singapúr á milli Malasíu og Indónesíu. Þeir gáttu saman 10% toll við Bandaríkin. Þeir fengu betri og þeir eru 5-6 milljónir manna. Þannig að Evrópa ekki í góðum málum og ég alveg sammálaður í því. Ef að ég ef maður að hlusta á einhverja leiðtoga að tala sem maður vill hlusta og fá heyra hvað þeir hafa að segja og skýra út heimsmyndina og hvernig þessi best sem mér finnst gagn í að hlusta. Ég bara segja alveg eins og ég bara segja þetta, ég ekki að segja þess að tala niður til þessara fólk sem ég sé ekki neitt. Ég veit einn mann í Austur-Asíu sem mér finnst mikið marktakandi á varðandi alþjóðasamskipti og hvernig heimurinn að breytast og það er forsætisráðherra Singapúr sem er ríkasta land í heiminum. Pínulítið land, á milli tveggja stórvelda eða miklu stærri land að Malasíu og Indónesía. Þannig mér finnst að Evrópa hafi ekki verið að hugsa vel sín mál. Evrópa er að gera hluti sem að þjónar ekki hagsmunum Evrópu til lengri tíma litið og það er eins og Evrópa vilji halda Úkraínustríðinu áfram einhver ár í viðbót og kannski vonum að þeim takist að byggja upp sinn her og sín varnarviðbúnað. Ég einhvern veginn skil ekki alveg hver hugsunin er og mér finnst framtíð Evrópu, af því ég sjálfur Evrópu, mér finnst það vera frekar dapurleg þegar maður horfir á þetta. Og þú lítur svo á að stríðið í Úkraínu aftriði að Evrópa geti svona fóta sig betur í breyttri heimsmynd þar sem að við erum komin út úr einpóla heim í Bandaríkjanna og erum komin í fjölpóla heim þar sem að ríki geta til dæmis staðist hótanir Bandaríkjamanna viðskiptaþinganir eins og Kínverjar og sumrindi Indverjar að gera. Já mér finnst Evrópa, ég veit ekki, þetta er voðalega skrítið ástand. Ég meina, svo er líka Eystrasaltsríkin í mikilli forystu í Evrópusambandinu öryggismál og utanríkismál og varnarmál og til þess að svo Litáen fór í þá stöðu ekki bara að þetta stríð við Rússland, heldur líka að leyfa Tævan og opna hálfgildi sendiráð í Vilnius sem er mjög ögrandi, algjörlega óþarfið, þú þarf ekki að gera þetta. Þannig að þetta er þarna verið að ögra og einhvern veginn alveg óþarfi vegna þess að málið er það að stuðningur Bandaríkjanna við Evrópu og NATO í dag og Eystrasaltsríkin, hann er mjög óviss. Hann er mjög óviss. En er það ekki skiljanlegt til maður að Eystrasaltslöndin reyna að gera eitthvað sem að getur glatt Trump og Bandaríkin, til dæmis með því að opna ræðisskrifstofu Tævan hjá sér? Ég held að Bandaríkin hafi ekki verið voðalega hrifnir af þessu. Þeir skildu það því Bandaríkin hafa talað single China policy. Þeir hafa alveg skilið það og það er að vísu ákveðnar ögrannir sem hafa verið frá Bandaríkjunum þegar Nancy Pelosi fulltrúadeildar Bandaríkjaþings fór til Tævan sem var algjör óþarfi vegna þess að þetta stríð milli Kína og Tævans væri alveg skelfing og þess vegna reyna að gera allt ekki vekk fyrir það. Jú, það er rétt, þau reyna það, en það sem ég er að segja smáríki, eins og Ísland til dæmis, við eigum að halda góðu sambandi við Bandaríkin, að forðast allt eins og við getum að ögra öðrum stórveldum. Sérstaklega ef að samband okkar við Bandaríkin breytist, sem það getur gerst. Ég hef sagt að frá öryggissjónarmiði þá er Ísland miklu mikilvægara fyrir Bandaríkin heldur en nokkuð tímann hinn Norðurlöndin eða Eystrasaltsríkin. Við erum bara á þannig stað, við erum mjög miklu mikilvægara, við erum mitt á milli meginlands Evrópu og Norður-Ameríku, við erum mikilvægara og það hjálpar okkur. En Eystrasaltsríkin skipta ekki miklu máli fyrir Bandaríkin. Þannig að ég meina, ég sé ekki fyrir mér að Eystrasaltsríkin taki mikið pláss í huga Donald Trump og meira að segja fyrrverandi forsætisráðherra fyrrverandi forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings sagði á sínu tíma að hann myndi ekki vilja fara í kjarnorkustríð til að bjarga en landi eins og Íslandi sem væri bara úthverfi í Pétursborg, sagði hann. Þannig var nú bara tekið til orða af mjög háttsettum aðila sem er númer 3 í valdastigan og forsetanum. Þannig að það, þau reyna að gleðja bandar í Washington og allt þetta, en ég held að þurfa að fara mjög varlega. Ég held að stuðningur Trump við NATO í dag sé frekar óviss og hann vill greinilega ná sáttum við
við Pútín. Þú sér það sko að Pútín er að tala við Orbán og svo kemur Orbán til Washington og það tekið á móti honum eins og að taka móti sín aldavini sínum og gerist tilslaganir við hann sem hann myndi ekki gera við nokkurn annan. Ég get ekki ímynda mér að nokkur annar forsætisráðherra Evrópu geti farið til Bandaríkjanna og fengið svona tilslaganir eins og Orbán fékk. Þannig að við sjáum alveg hvernig þetta er. Það er óvissa og smáríki verða að fara varlega og ég veit að sko að var þetta Úkraínu sjálfa að þá er að mínum dómi, ég veit að margir eru ósammála mér það, en það er bara þannig að í lýðræðisríki þá er ekki allir ósammála, er ekki allir sammála eða ósammála, það eru skiptar skoðanir, en það skiptir alveg óbáslega miklu máli fyrir lönd sem eru á viðkvæmum stað á nettinum að taka tillit til þess, eins og Finnland og Víetnam. Þessi lönd eru á mjög viðkvæmum stað og þau vita það alveg og þau vita að það er ákveðin, þau þurfa að passa sig, eins og Finnland er land sem er hérna reyndar núna forseti Finnlands núna þannig, hann þarf alltaf að vera að tjá sig og hann er alltaf á blaðamannafundum og oft með ögrandi yfirlýsingar gagnvart Rússlandi sem Finnland var ekki þannig. Finnland var þannig að þeir hafa alltaf farið mjög varlega og þegar þeir fóru inn í Evrópusambandið á 1995 rétt eftir fall Sovétríkjanna, þá gengur inn í Evrópusambandið við hliðina á Svíum þegjandi og hljóðalaust. Það var mjög lítið á blaðamannafundum, mjög lítið á yfirlýsingum, sögðu eiginlega ekki neitt. Og áður en nokkur vissi þá voru þeir komnir inn í Evrópusambandið og þeir hafa unnið skynsamlega og þó þeir væri í skugga Sovétríkjanna og svo Rússlands, þá þurftu þeir ekkert að verða eins og Hvíta-Rússland. Þetta er gullríkasta land í heiminum og hérna með eitthvað besta menntakerfi sem til er og heilbrigðiskerfi og allt fram eftir göttunum, lífskjör, tekjur á mann, lítur allt mjög vel út. Þetta er land sem hagað sér skynsamlega. Víetnam er fátækara land en þetta er í gríðarlegum vexti núna og þeir eru með Norðurlandamæri við Kína og er ekki með vilja engan erlendan her í landinu, vilja ekki engin varnarbandalög, aldrei að taka afstöðu með einu landi gegn öðru, þannig að það er ekki neina afstöðu í stríðinu í Úkraínu, enga. Og þeir beita aldrei hervaldi gegn öðrum ríkjum. Þetta er þeirra stefna. Ef þú séð Úkraínu, þá er Úkraína land það sem var gríðarlega mikil spilling, löngu áður en að stríðið hófst, engin hagvöxtur í 30 ár, gríðarlega mikil fólksflótti úr landinu, stofnanir mjög veikar, gríðarlega mikil spilling og ákvarðanir sem eru teknar í alþjóðamálum oft lítið ígrundaðar. Og það hefur afleiðingar ekki bara fyrir Úkraínu, heldur fyrir alla Evrópu og allan heiminn og Evrópa er bara í mjög vondri stöðu út af þessu. En það sem ég er að segja, það að Úkraína var í veikri stöðu, ég meina það var á 30 ár 1991 til 2021, þá var engin hagvöxtur í Úkraínu, hann var neikvæður að meðaltali, að minnkaði hagkerfið á 30 árum, það kannski tvöfaldaðist í Rússlandi. Nú getur maður ekki sagt, ok, það er að því að Rússland á svo mikið auðlindum, en bara Úkraína á gríðarlega mikið auðlindum, eins og nú eru Bandaríkjamenn búin að semja að fá aðgang að þessum auðlindum, þegar Úkraína á mjög mikið auðlindum. En ég vil taka það, ég er ekki að segja það að þó að landið hafi verið veikt og spillt og veikar stofnanir, að það réttlæti innrásin í landið. Við höfum fordæmt innrás Rússa inn í Úkraínu og ég tel að hún hafi verið mistök fyrir Rússland og það er alls ekki að réttlæta breytingu á landamærum og svona yfirtöku eins og þarna er og eiga þessi stað og allt þetta mannfall og tjón sem þarna hefur orðið. En það er hins vegar mjög hættulegt, það sé að segja. Ef að þú ert með svona viðkvæma staði á netinu eins og svona löng landamæri við stórveldi sem er svona frekar óstöðugt og getur verið óútreiknanlegt og er með mjög slæmt samskipti við Evrópu, að það getur haft mjög miklar afleiðingar og ekki bara fyrir landið sjálft, heldur erum við bara að sjá Evrópa er í verulega slæmum málum núna og maður sér ekki neitt fyrir neitt enda á því. Eitt er breytt afstaða Bandaríkjanna til Evrópu og þá þarf Evrópu til þess að móta sjálfstæða stefnu. Það er erfitt að vera að líta áfram að þessu sameiginlegir hagsmunir með einhverjum sem er með bara minni áhuga á Evrópu og er svona lýsaði yfir dagstaglega að hagsmunirnir fari ekki saman. Annað sem að Bandaríkin hafi verið að gera, Bandaríkjastjórn hefur verið að vinna raunverulega gegn öllu svona alþjóðakerfinu sem var byggt upp á árunum eftir seinni heimsstyrjöld. Og Evrópa er svona samansafnað smáríkjum sem eru mjög háð í að alþjóða
viðskiptastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar og fleiri séu virk og alþjóðadómstólar. Þú talar að Evrópa þurfi að viðhalda viðskiptum við Kína. Það getur verið mikið áfall fyrir Evrópu, þau eru alltaf að elta Bandaríkin í einhvers konar viðskipta kalt stríð við Kína og þú nefnir að Evrópa hefur nú gott af því að fá einhverja kínverska fjárfestingar, sérstaklega í austrinu. En það þannig að ef að Evrópa vill viðhalda alþjóðakerfinu sem hér var byggt upp og Bandaríkin eru ekki til í það, getur verið að Kínverjar séu samstarfsaðili í því að viðhalda einhverju svona heilbrigðu alþjóðlegu kerfi gangandi? Við töluðum það fyrir þætti að heimurinn væri orðinn tvískiptur. Það eru stofnanir sem Bandaríkin og Evrópa áttu fórstum að reisa og síðan núna stofnanir. Við vitum að 1944 þegar heimsstyrjöldin var ennþá í gangi, heimsstyrjöldin síðari, í júlí, þá byrjuðu Bandaríkin að búa til arkitektúrin fyrir fjármálakerfi heimsins. Með alþjóðabankanum, alþjóðagjaldeyrissjóðnum og GATT sem síðan var alþjóðaviðskiptastofnunin. Og Bandaríkin á þeim tíma lögðu gríðarlega mikla áherslu á það að þetta væri fjölþjóðlegt kerfi. Og þeir vildu alls ekki hafa bara einhverja stofnanir sem þeir réðu þeim. Og ég veit að John Maynard Keynes, sem var fremsti hagfræðingur á síðustu öld, sem bjó til faðir þjóðafræðinnar, hann talaði það að vera með öll þessi lönd alla 44, þetta væri bara monkey house, ég ætla að orða það þannig. Þannig að vera að bjóða alls konar löndum sem höfðu ekkert svo mikla þekkingu á alþjóða fjármálakerfinu. Og þetta fór 5 manna sendin frá Íslandi, sem fór frá Íslandi þarna var boðið á annan fund. Þannig að á þeim tíma lögðu Bandaríkin áherslu á fjölþjóðastofnanir sem að þeir gátu síðan raunverulega haft mjög mikil áhrif. Eins og Ísland þá var Ísland búið að vera sjálfstætt ríki mjög skamman tíma, nokkra daga bara. Og þá hefði náttúrulega við, íslenska sendinum hefði alltaf ekki samþykkt allt sem að Bandaríkin gerðu, að meina Bretar, John Maynard Keynes sem var þeirra formaður þeirra sendendar og svo Harry Dexter White sem var fyrir Bandaríkin, að hann taldi að þeir ættu bara að semja þessi mál bara sér. En núna staðan þannig, Sameinuðu þjóðirnar hafa aldrei virkað og Bandaríkin hafa alltaf haft nöp í, Sameinuðu þjóðirnar hafa aldrei verið þeim aldrei þóknanlegar, meðan að því það er ein þjóð hefur eitt atkvæði þar, að mann hjá alþjóðabankanum alþjóðagjaldeyrissjóðnum þá hafa greitt eftir atkvæðavægi, þannig að þeir hafa viljað stjórna þessu stofnunum, en núna þetta orðið þannig að Sameinuðu þjóðirnar eru bókstaflega orðnar óvirkar. Það er eina stofnunin sem skiptir ykkur verulegu máli er ríkisráðið, en neitunarvaldið gerir hana óvirka. Alþjóðaviðskiptastofnunin, hún er bara, hún er ónýt. Hún getur ekkert gert eins og staðan í dag. Nú er bara að vera að leggja tolla einhliða og hún var stofnuð til að uppilega sem GATT, sem samningur, að lækka tolla. Og það má segja að GATT sé kannski svo stofnun í heiminum, alþjóðastofnun sem hefur mest árangri skilað allra stofnana frá fyrir og síðar. Að GATT. Það tókst að losa sig við allar kvótan annars og lækka tolla mjög mikið, þannig að þetta var stofnun sem náði gríðarlega miklum árangri. En núna þetta allt meira og minna ónýtt. Nú varðandi alþjóðabankanum og alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þá vitum við ekki hvað verður þær stofnanir, en það er alveg ljóst að Donald Trump, að hann lítur ekki til þeirra með neinni velþóknun, frekar en aðrar alþjóðastofnanir. Nú varðandi Kína, ég hef ekki trúið því að Kínverjar geti leitt vestræn ríki, vegna þess að þetta allt öðruvísi kerfi, þetta eru lýðræðisríki með allt öðru gildi. Við getum verið í viðskiptum miklum viðskiptum við Kína og það er hægt að gera fríverslunarsamninga við Kína, þannig að ég býst við því að tollasefnu Trump, ef það heldur áfram og óvissan sem þar, þá munu mörg lönd gera fríverslunarsamninga hingað og þangað heiminn, þar á meðal við Kína, og þannig að þá munu viðskiptin þar aukast og hugsanlega gætu, ég veit eitt frægan hagfræðing sem var hjá Alþjóðabankanum sem leggur það til að öll lönd, hún er frá Bandaríkjunum, öll lönd utan Bandaríkjanna myndi einhvers konar stofnun sem taki við hlutverki alþjóðaviðskiptastofnunar, bara sér, og Bandaríkin verði þá að fara utan bara og það löndi vinni saman vegna þess að
aðferðin sem Donald Trump notar það sem kallað divide and conquer. Það að segja að þú skiptir löndunum niður og tekur hvert fyrir sig og þau eru öll minni en þú. Þess vegna getur þú raunverulega ráðið við þau öll. Þú getur tekið hvert fyrir bak við húsvegg og gert við þau hvað sem þú vilt. Þannig að þau eru öll miklu minni og þá eru þau ekki bara samþykkja að tolla, þau eru líka samþykkja svona fjárfestingu og kaupa orku, kaupa vopnakaup frá Bandaríkjunum. Þannig að hann ræður við þau öll og hann tekur hvert fyrir sig. Þannig að frá hans sjónarhóli gengur það. Á meðan ef þú ert með fjölþjóðlega stofnun þá er þetta ekki hægt, sko. Þá ertu bara með allir við sama borð og þá er allir að semja saman og hún var að tala það, þessi hagfræðingur sem fræg að í Bandaríkjunum, að þetta væri, að það þyrfti þá stofnun að lönd að taka saman, þar á meðal Kína að stofna stofnun sem héldi áfram með starf alþjóðaviðskiptastofnunar án Bandaríkjanna. Og hvort það að því verður samstæða sem átt að lýsa, Hilmar. Staðan núna. Þessi samstæða sem átt að lýsa að lönd standi saman til þess að koma í veg fyrir að Bandaríkin geti notað veikleika smærri landa eins og hann gerir að eiga alltaf við eitthvað sem miklu veikar en þú. En þetta virkaði ekki fyrir Evrópusambandið sem bæði fjölmennara og sömuleyti fullburða efnahagskerfi að þau lögðust bara í dufti fyrir Donald Trump. Já, það þannig, staðan þannig að ef að þú ert í vandræðum í öryggismálum og þú ert í vandræðum í efnahagsmálum, Evrópusambandið er sannarlega dautt hagkerfi nánast, það er engin hagvöxtur nánast. Mikið af því, mikið af Evrópusambandið er dautt. Það er ekki neitt að gera það. Og ef að þú ert að velja á milli efnahagsmála og öryggismála, þá velur öryggismálin. Og af því að fyrsta lagi er Evrópa 27 þjóðríki en ekki eitt þjóðríki. Þess vegna ég líti ekki að Evrópa sem stórveldi. Það eru 27 þjóðríki. Kína er þjóðríki, Indland er þjóðríki, Bandaríkin er þjóðríki, Rússland er þjóðríki. Þau eru miklu sterkari heldur en Evrópusambandið sem er 27 þjóðríki. Að vísu er Evrópusambandið stórt efnahagslega. Það er jafn stórt Kína, en þú sér nú bara muninn hvernig Kína er ekki að háð Bandaríkjunum í öryggismálum. Kínverjar eru ekkert á hnjánum þegar hitta forseta Bandaríkjanna. Ég meina það er eiginlega allir sem ég tali var sammála um það að síðasti fundur sem fór fram milli Xi Jinping og Trump að Kínverjar hafi haft yfirhöndina. Þeir hafi ráðið ferðinni frekar í Bandaríkin því þeir hafa sterkast stöðu sjálfgefnir málmárum. Þannig að Kína hafði yfirhöndina, en þegar þú og Kínverjar þurfa ekki að hugsa um öryggismál og tala við Bandaríkin um það. Evrópa hins vegar er háð öryggismálum Bandaríkjunum og þá verður það ofan á og efnahagsmálin fara þangað sem þau fara. Og það þýðir það að samningarnir verða mjög óhagstæðir fyrir Evrópu og fyrir utan það að þá bara, eins og ég segi, ég veit ekki þú getur nefnt einhvern leiðtoga Evrópusambandsins í dag, hvort sem það eru leiðtogar stærstu landana eða í framkvæmdastjórninni, þá er það vel ennþá lakara. Maður velti fyrir sig þegar maður sér eins og Ursulu von der Leyen og Kaja Kallas og þetta lið. Hvernig þetta fólki sem fyrir neðan þau séu? Ég meina maður velti því fyrir sig, hvernig er ástandið þarna? Mér finnst þetta ekki vera glæsileg staða og Evrópa þegar öryggismálin eru í óvissu, það er ekki vafa því. Ég meina, Evrópuleiðtogar tala bara alveg það opið að Evrópa sé ekki tilbúin fyrir stríð og það er mikill ótti við það að Rússar muni ráðast á annað Evrópuríki og annað NATO-ríki og það er óvissað um það hvernig Bandaríkin muni bregðast við og svo framvegis og það er líka algjörlega búið að afskrifa allt sem heitir diplomacy eða að semja eða tala við aðila um nokkuð einasta hlut. Ég er ekki að afsaka innrásinni í Úkraínu. Ég er ekki að það voru mistök og það var ólöglegt og við höfum fordæmt það. En Evrópa var ekki tilbúin fyrir það og samt vill hún ekki semja og nú er hún algjörlega háð Bandaríkjunum og með forseta sem vinnur einhliða og beitir afli. Hann fyrirlítur alþjóðastofnunin, það er meginreglan. Og veikleiki Evrópu í öryggismálum, hann grefur öfulega undan efnahagslegum styrk álfunnar. Algjörlega klárt. Ég meina ef þú hefur val á milli þíns öryggis og efnahagsmála
að þú lætur veskið frekar fyrir frá þér. Heldur en að hafa Sambandið hérna hjá okkur, það eitthvað slæmt sambandið. Þegar öryggismálin eru annars vegar. Hilmar, og það sem staðan núna. Hilmar, það eitthvað slæmt sambandið hjá okkur, þannig að við erum kannski að hafa þetta svona aðeins í styttra. Já, ég veit ekki. En þetta bara þannig, við erum að tala saman í myndsíma þvert yfir hnöttin og við erum bara að vera þakklátt fyrir að það sé yfirleitt hægt. Eitt varðandi að því þú nefndir að Kínverjar hefðu haft svona yfirhöndina þegar Trump og Xi hittust. Að það eins og Kínverjar hafi verið að undirbúa sig fyrir í svona viðskiptastríð við Vesturlönd og þeir hafa dregið úr viðskiptum sínum útflutningi til Bandaríkjanna og meira segja Evrópu líka. Það þannig að kannski að sé frá Kína að þá sé ekki klókt út frá öryggissjónarmiðum og efnahagslegum sjónarmiðum að eiga í viðskiptum við Vesturveldin heldur það miklu klókara að bara byggja upp öflug alþjóðakerfi kannski eins og hagfræðingur sem þú varst að vitna til sem væri allur heimurinn nema Bandaríkin að þá myndi kannski vera Kína vera allur heimurinn nema Vesturlönd. Já, þegar Trump var fyrst forseti, fyrir kjörtímabilið, þá fór hann í svona slag við Kína og lagði á tolla og sem að Biden tók ekki tilbaka, þannig að það var slæmt samband með Kínverja líka þegar Biden var, að þá var eins og Kínverjar hefur verið óviðbúnir því og voru óviðbúnir. Núna hins vegar, svo kemur Biden og í 4 ár og svo núna kemur Trump aftur og þá eru við viðbúnir. Og ég held að Kínverjar, að ég geti sanna það eða viti það með fyrir víst, þá held ég að belt og braut, það leið til að komast fram hjá Vesturlöndum. Kínverjar vita það að þeir buðu öllum löndum að vera með nánast. Þeir vissu það að Bandaríkin myndu hvetja sín bandalagsríki til að vera ekki með. Þannig að þetta myndi ekki tengjast Vesturlöndum að neinu ráði. En ég held að það sé rétt mat hjá þeir að þeir eru að opna aðra leiðir inn í önnur lönd, Afríku sem að víða töluvert mikill hagvöxtur. Því spáð innan nokkur áratuga þá verði löndin svo Nígería með stærstu hagkerfum í heimi. Það líka í Asíu, Indónesía talið að verði eitt af kannski 4 stærstu hagkerfum í heimi, áður mjög langt líður. Og Evrópuríkin það verður ekkert Evrópuríkin sem númer 10 sennilega, ef við erum að líta nokkra áratugi fram í tímann. Þannig að það eru þessi 85% landa sem eru í BRICS, sem eru í Shanghai Cooperation, sem eru í fjárfestingarbanka Asíu, sem eru í BRICS Bank eða New Development Bank og sem eru í belt og braut. Þetta eru löndin sem er verið að gera út á til lengri tíma og það eitt af því sem það að gera til þess að sé hægt að stunda viðskipti við þessu lönd, það að byggja upp almennilega samgöngu innviði og það það sem þeir eru að gera. Þannig að kemur að segja þetta ekki, en maður velti fyrir sér, þeir hafa hugsað svo, við erum að eiga við eitthvað sem að kalla á ensku unreliable partner, sem Bandaríkin. Við erum í stórveldasamkeppni og í stórveldasamkeppni þá haga stórveldi sér þetta mjög miskunnarlaus samkeppni sem verður og þeir vita það að það getur komið alltaf þegar eitt stórveldi tekur fram úr öðru, þá, eins og núna að gera, Kína að taka fram úr Bandaríkjunum í efnahagslega, að vera stærra hagkerfi, jafnvel þú mælir og nú getur þetta verðlegi, ekki bara í afbyrðisgengi, þá verður ofboðslega mikið spenna á milli þessara landa og sagan bara sýnir þetta og getur orðið styrjaldur átök og heimurinn að verða margpóla, þá er það miklu hættulegri heldur en einpóla heimurinn, það sem bara eitt stórveldi og að Kínverjar hafi sérst undirbúið og við vitum það að áætlun að gera Kína öðruvísi, við í Evrópu og Bandaríkjunum og Evrópu að hugsa í kjörtímabilum sem eru kannski 4 ár, en Kínverjar plana miklu lengra fram í tíma, stjórnvöld sitja miklu lengur og ég ekki að tala um það sé gott að taka upp einræði eða kerfi sem þeir eru með, en þeir plana til miklu lengri tíma og mér finnst belt og braut miða voðalega mikið að því að það sé tvískipt heimsmynd. 85% manna íbúar þjóðarinnar séu undir kerfinu sem Kína að búa til með sínum samstarfslöndum og svo verður þessi 15% sem enda ríkasti hluti heimsins
undir forystu Bandaríkjanna og það sem Evrópa með og lönd eins og Japan og Suður-Kórea og Ástralía og svo framvegis. Það það sem og ég lít á Kína, ég lít á Japan og Suður-Kórea og lönd eins og Singapúr og Ástralíu sem vesturlönd. Ég meina, þetta eru vestræn ríki þó þau séu ekki hluti Evrópu og Norður-Ameríku því þau eru með þeirra lýðræðishefðir og gildi er ekkert ólíkt því sem við erum með. Þannig að ég held að Xi Jinping að þeir sé að dreifa áhættunni og opna aðra leiðir og það sé hluti af því að þegar þeir auðvitað vita Kínverjar þegar þeir verða stórveldi og þeir fara að stækka svona mikið að þá verður alveg gríðarlega mikið spenna og að búast alveg við því og þeir hafa örugglega reiknað með því að þegar að þeir fóru að vinna með Evrópusambandslöndum og svo Eystrasaltsríkjunum og slíkum löndum og Ítalíu og Portúgal og Grikklandi að það yrði ofboðslega mikið spenna og flest þessi lönd myndu slíta þessu samstarfi við Kína eins og þau gerðu. Öllu fjárfestingarsamstarfi er slitið í flestum tilvikum en eftir sitja þróunarlönd og miðtekjulönd og nýmarkaðsríki sem að fylgja sér á bak við Kína og vantar fjárfestingu. Og þegar þessu alþjóðabankinn að framkvæma eitthvað, ég vann fyrir alþjóðabankann, þá tekur það mjög langan tíma. Það eru gerðar mjög ítarlegar umhverfisúttektir og alls konar úttektir, ótal úttektir, getur tekið mörg ára áður en það framkvæmt hefst. Á meðan að Kínverjarnir koma til Afríku og þeir reisa einhverja stóra og mikla innviði bara á örfáum dögum og eru með sitt eigið fólk í þessu. Þannig að fyrir Afríku, fyrir mörg nýmarkaðsríki og þróunarríki, þá þetta mjög svona þeim líta á þetta mjög jákvæðum augum og binda miklar vonir við þetta. Og það sem ég held að því að nú er gríðarlega mikil fólksfjölgun að verða í Afríku á næstu áratugum, ofboðsleg fólksfjölgun og gæti leitt til fólksflótta meiri til Evrópu ef að það heldur áfram. Á meðan Evrópu er að fækka að ég skil ekki alveg því að Evrópa hefur hagsmuni af því að Kína byggja upp Afríku bara til þess að minnka straum fólks frá Afríku til Evrópu. En samt Evrópa voðalega mikið að tala í neikvæðum tón til Kína líka vegna fjárfestingar í Afríku. Þannig að þetta er svona, en ég í sammálaður í því að Kínverjarnir þeir hafa undanfarin ár, 15 ár, eitthvað svoleiðis, verið að undirbúa það að beina sínu viðskiptum til annarra landa þó að verða áfram mikil viðskipti við Bandaríkin og Evrópu til þess að dreifa áhættunni og líka vegna þess að mestur, við sem að hagvöxturinn í Evrópu er eiginlega enginn og það fyrir ekki mikill hagvöxtur í Bandaríkjunum en hagvöxturinn er aðalega á þessu nýmarkaðssvæðum í heiminum og það er þangað sem þeir eru að tengja sig inn í það nú og hafa verið að gera núna töluvert lengi. Herðu, Hilmar, það hefur ekki verið alveg nógu gott sambandi hjá okkur. Það sem verða er að ég sé að fá ykkur að umgangspest. Það eru eitthvað pestir að ganga hérna í Bangkok? Ekki sem ég hef fengið. Ég er mikið að vinna hérna inni. Nei, ég hef ekki var við það. Ég held að það sé almennt gott heilsufar á fólki eftir sem ég er umgangast. Er ekki rigningatími ennþá annað? Jó, það er komið mikla rigningar og uppgeru tíð hérna og það er töluverð mikla dembur sem koma hingað hverju. Hvað áttu langan tíma eftir af rannsóknarleyfinu þínu? Ertu á leiðinni til byggða eins og sagt er? Ég reikna með að koma heim 15. desember, svo hefst kennsla í janúar, þannig að ég þarf að fara að huga því. Já, þannig ég heyri kannski í þér í næstu viku heimsmálin, en það þakka fyrir í dag. Góð tími. Já, þakka að kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Herðu, ég ætla að reyna að taka eitt viðtal í viðbót, þessu skrítið, þegar maður er orðin komið ykkur á flensu, þá ætla ég að bregða mig til Grænlands. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, eina svona mörgum ráðgátum í Íslandssögunni er hvað varðum fólkið sem að hlusti til Grænlands. Þar var byggð norræna manna öldum saman en hún hvarf og í sjálfu sér
veit enginn út af hverju. Svo byggð brotnaði niður eða var brotin niður. Valur Gunnarsson, sagnfræðingur, hann hefur skrifað þetta, Grænland og fólkið sem hvarf. Ertu að leysa gátuna í þessu? Já, ég svona tel mig vera að því. Eða minnstu kosti setja fram kenningu og flestar af þessum kenningum er náttúrulega sjálfur sér óhrekjanlegar en ég er með ákveðna pælingu þarna en sko stóra myndin er í sjálfur sér alveg skýr að það fór kólnandi. Þegar að norræni menn fyrst settist þarna árið 985, það segir, þá var miklu hlýrra. Já, eins og við þekkjum af Íslandssögunni. Já, það var sannlega ástæðan fyrir því að menn voru að koma sér fyrir á löndum eins og Færeyjum og Íslandi og Grænlandi af því að það bara var hlýrra heldur en það hafi verið. Það getur verið mögulegt áður. Og það Grænland heiti Grænland sem þetta líst sem svona sölutrykki í sögunum en það var kannski að því til réttnefni að það var miklu grænnaðar heldur en var síðar. Og en hvað gerir síðan þegar þessar eyjar sem voru óbyggðar áður þegar kólnar aftur og það fór svo að byggðin í Grænlandi lagðist af en á Íslandi ekki. Við höfðum það. Við löfðum. Já, þrátt fyrir það að þessi samtímabil 15. öldin er alveg mikið skelfingar tímabil á Íslandi líka. Það er svarti dauði sem drepur mögulega annarkvotn mann. Það eru minni samskipti við Grænland og Noreg og það eru jú hafís og kuldatíð en við höfðum það af en norrænu grænlendingan ekki og þetta ein spurningin hver var munurinn. Já, en ef við förum í upphafi að þá var fólk sem að flutti til Grænlands á 10. öld, eða ekki? Jú. Svo seikt á 10. öld. 985 segir það. Já, og byggði þarna upp samfélag sem að stóð ágætlega. Það voru miklar auðlindir í Grænlandi. Já. Þannig ýmsar sagnir og kenningar til það að jafnvel Grænlands viðskiptin hafi verið svona forsenda og það sem rendi efnaðslegum styrk undir Íslendinga og voru þess valdandi að við gátum hér haldið upp í mikið sérstakri menningu. Já, ég veit ekki alveg endilega hversu mikið er hæft í því. Það dreifur svolítið athyglinna á því hvað það voru miklar auðlindir. Já, það er eitt sem að bara veikur athygli maður fyrir þarna, það er að til dæmis Hvalseyjarkirkjan sem stendur ennþá nánast, vantar bara þakið eða biskupssetri í Görðum sem var sumir samtíma heimildir segja að vera flottir en það í Niðarósum í Noregi, að þeir byggðu miklu betur heldur en við gerðum. Og hver er ástæða þess að í mestalagi 5.000 grænlendingar byggðu miklu betur heldur en... Þú byggðu úr hverju? Þeir byggðu úr steini, nefnilega. Það var ekki timbur þarna? Nei, það var ekki timbur. Þeir náttúrulega fundu Kanada og þeir gátu siglt yfir til Labrador og náðu timbur en það var 6 vikna ferðalag sem tók nú í allt sumarið sem þurfti að nýta í annað en timbur var jú vandamál. Það var svona vandamál hér líka en Mér grunni að Íslendingar hafi verið það snobbaðir að þeir viðbyggðum okkar svona stóru kirkjur alltaf úr timbri. Og þess vegna er engar af þeim til en þá þeir hafa brunnið eða hrunnið í jarðskjálftum en Grænlendingar byggðu úr stein sem er nóg til af og sumar standa en aðra voru brotna niður bara þegar norrænu menn kom aftur á 19. öld og með sauði og nýttu kirkjurnar í að byggja hús og rifu þar. En þannig að það getur verið að Grænland hafi bara reyndabint verið ríkara, það er með líka tilkenningar að það hefur einfallega verið meiri stéttaskiptingar sem hafi farið illa með þá að þeir hafi dreift auðlindunum illa og það að eins og stundum gerist það sem fámennur hópur setur sig upp við uppsprettu auðlindana og tekur sitt. Já, og hvernig við náttúrulega lítum á þessu sögu segir svolítið mikið okkar samtíma eða hvernig við lítum á hann, en þetta er ein leiðin að það eru Eiríkur rauði fer þarna með eftir að hafa verið fyrsti rekinn í burtu frá Íslandi, siglir vestur, finnur Grænland, kemur aftur til 3 ár og siglir á staðinn með 25 skip og segir öllum frá bara dásendum Grænlands og það sé gott að vera og það er erfið tíð á Íslandi. Og er ekki að ljúga neinu? Nei,
það verður ekki vera. Það 25 skip fara en aðeins 14 komast alla leið. Þannig að það sé nú samt hvað þetta voru erfiðar siglingar meira sér undir góðum skilurðum þannig. Og farast á í hafi eða? Já, ég held að það sé nú bara líst þannig að sum fórust önnur snýru aftur en allavega komist ekki náma 14 og þá komu menn sér sannlega fyrir og stýriðu allt eftir sjálfum sér. Það Eiríksfjörður og Herjólfsnes og Egilsfjörður og svona, þú veist. Eins og landnemar fá að gera. Já, og og kasta eigsinni á þetta og og síðan þetta einhver dæmi að menn hafa komið seinna og þá fengið land. Það var ekki byggð þarna? Nei. Ínútandi voru allavega komnir til Túle á þessum tíma? Nei. Það er kannski gleymistundum meira. Það höfðu verið svo kallar sakkak fólk mörgum öldum áður sem einhver minnir eftir en það bjó engin annar á Suður-Grænlandi á þessum tíma og það var svo kallar Dorset fólk sem var á Norður-Grænlandi en síðan kemur annar hópur á 13. öld yfir sundið frá Kanada. Þannig að í 2 aldir allavega þá eru norræni menn á Grænlandi og rekast ekki á neitt frumbyggja. Nei, ekki nema þeir sigla yfir til Vínlands. Það náttúrulega annar land. Þannig að norræni menn ættu sömu kröfum að vera frumbyggjar Grænlands eins og Ínúitar í dag ef þeir hefðu lifað þetta af. Ef þeir hefðu lifað þetta af, já. Þeir náttúrulega kölluðu þessi grænlendinga á sín tíma en við getum ekki notast af það núna því að grænlendingar eru jú afkomendur Túle fólksins sem kom seinna. Það byggð þarna á það sem Brattahlíð og þar í kring sem í dag svona það sem flest fólk sem býr í Grænlandi ekki? Nei, það var sko eystri byggð sem Brattahlíð það við Narsarsuaq sem flugvöllur. Hérna megin, já. Það syðst sko en mjög sunnleitur en þetta síðan var... Þetta ekki eystribið, þetta bæði á vesturströndinni, eða ekki? Jú, bæði á vesturströndinni. Eystriströndin svona sunnar, en hinn byggðin það sem mest byggðin núna í dag. Já, það vestribygg, það það sem núna núk. Já. Og síðan sækir fólk rostungstennur og nákvælshorn og fleira upp í Norðursetu sem svona næstuði upp í Túle eða upp í Túle. Það nú ekki alveg það land, en það talsvert fyrir norðan. Það einhver dæmi að menna að farið aðlata leið en Norðursetu talsvert fyrir norðan vestribygg. Það hefur verið töluvert mál að fara þarna, þannig að þetta bendir til þess að það hefur verið mikil verðmæti þangað að sækja. Já. Þetta ekki auðveld veiðimennska eða ferðarlaga að fara þangað og sækja. Nei. Bergsveit Birgisson og reykið þetta með það menn hafa fyrst farið með fram Noregsströndum og til að veiða rostung og eiginlega kálaðan þar og síðan hafa kannski tekið með nokkra áratugi að gera út af við íslenska stofnin sem mjög merkilegt því að mann finnst þess að menn hljóta hafa svona séð að þeir væru að ganga ánum dauðum en hafa kannski bara ákveðið að vera undan hinum til að ná í þá síðustu. Já, ég gerir þetta ekki að gera það bara einhver annar. Já. Þannig hefur það fólk sér oft. Já, þetta er kallað tragedy of the commons, sko, það sem sameign, það gengið illa alltaf því að það verður enginn ábröð því. En hefur nú ekki gengið svo sem vel, til dæmis eins og með kvótan okkar, að hafa þetta sem einkaeign, að það byggist ekki upp. Nei, það náttúrulega kemur kannski veg fyrir gengluð skreip, en það kannski líka annað dæmi að það einhver sem kasta eigsinni á þetta frekar heldur en að en það döði ekki til Íslandi að þá bara drápa menn allt undan sér en í Grænlandi þá var alltaf nóg til að rostung það var aldrei hægt að ganga á honum dauðum en það var kannski erfitt að sækja hann og hann var mjög gríðarlega mikilvægur það er náttúrulega rostungstennurnar notaður í að skera út það húðin notuð í reipi sem öll heldur upp í seglum einhver orðað þannig að rostungstennur væri svona plast þessa tíma það sem var hægt að nota það sem var eiginlega erfitt að nota járn og önnur efni eða timbur þetta hafi verið bara frábært byggingarefni eða þú veist svona hjarir og alls konar hluti sem þetta er að nota þetta er ekki bara skraut þetta fólk var ekki að nota sem skraut þetta var Já, og einn kenning segir að þetta var rundar á þenn tíma þegar það er erfiðar að fá fílabein sem er mest skraut frá Asíu. Það er nokkuð sem sýnt fram á að sko, verðið hefur haldið sér. Þannig að það var meira bara... Þrátt verið samkeppni við fílabeinið. Já, þannig að það var meira bara frambóðið sem að fór að láta á sjá og þá er spurningin hvað gerðist þar?
Það fer saman og hefur oft verið talað að þessi tengslar á milli að þeirra opnast leiðin yfir Sahara og fílabein frá Afríku streyma inn í Evrópu. Jú. Að þá það svipuðum tíma og byggðin í Grænlandi fer að hnigna. Og við sjáum það náttúrulega að ferðin yfir Sahara byggði upp auðlegð. Það manstu ekki þegar það átti að eyðileggja bókasöfnin í Mali fyrir einhverjum árum. Þetta voru bókasöfn sem voru skrifuð eiginlega á þessum tíma, það sem svona auðlegð Sahara viðskiptanna, bjóð til svona styrk undir menningu sem að gata sér ritmenningu. Jú, en þú veist, það náttúrulega mikið sem gerist á þessum tíma, það er þetta að benda á saman, það samt svo margt annað sem gerist. Aðalmarkaðurinn var Noregi, svona millistöð, en Noregur fer rosalega illa út á svartadauða á 14. öld. Hann fer bara með fram fjörðunum og drepur meira en annarkot mann þar og þannig að það gerir það verkum að það minnkandi eftirspurn þar. Noregur kemst undir Danmerkur konung og þar af leiðandi Noregur ekki lengur að líta út á Atlantshaf heldur þetta veldi sem fyrst og fremst krafist Eystrasalt og Hansakaupmenn og það bara eðli verslunar að breytast á öðru leyti heldur en bara með fílabeini. En síðan líka með grænlendingana sjálfa, þeir hafa átt erfitt með að kannski nálgast rostumstörnum með sama hætti og áður og þá kannski kem ég að því að eitt af því sem ég legg til er það að hagkerfi Grænlands hafi verið miklu samtvinnaðra og raunverulega sérhæfðara heldur en á Íslandi á sama tíma. Samtvinnara Evrópu. Það nú verið bent á það að þeir klæddu sig eins og Evrópumenn. Já, við kannski komum að því aðeins eftir með það er nýtjenning, en það bendir til svona mikilvæg viðskipta. Já. Og grænlendingar hafa kannski verið bara miklu háðari viðskiptum heldur en Íslendingar sem útstöð Evrópu frekar heldur en sjálfstætt samfélag sem að gat staðið undir sjálfum sér. Já, sem að Ísland einhver leiti frekar var af því að má vera að þessi sérhæfðari verslun hafi gefið af sér meiri auðlegð á Grænlandi en á sama tíma verið samfélagið miklu brothættara. Þetta eru kenningar sem hafa sett fram til tali svo þeirra viðskiptin rofna. Já, þá fer allt illa eins og til dæmis á 15. öld á Íslandi þegar svartidauði gengur yfir annar hvor maður deyr og sagnaritin leggst að einhverju leyti að fólk verður að kveða rímur í staðinn næstu 100 árin eftir. Það eru 100 ár sem ekki einu svona annálur skrifaðar en eiga síður þá samfélagið mjög fljótt að jafna sig. Það til saga af því að á Kirkjubæjarklaustri þá drápust allir nema 6 nunnur og þær kunni ekki að mjólka. En það saga til næsta bæjar að það sé einhver sem kunni ekki að mjólka. Þannig að við virðist vera sem íslenskt samfélag tíma sé þannig að það eru allir sjálfseignarbændur eða sjálfsetta búskap og maður getur gengið í manns stað. Þannig að þegar að áföllin ganga yfir þá komumst í gegnum það og hún myndi flytinn margt heldur en skreið en farsóttir valda því að þeir sem eftir eru hafa það kannski jafnvel yfir betra? Já, það er reyndar ekki alveg víst að það hefur gerst á Íslandi þó að það hefur þetta gerst í Evrópu en ég minnir að svona reglur eins og vistaband og svona hafi verið sett í framhaldi af því til að passa upp á fólk færi nú ekki bara vaða þangað sem að laun voru hæst þetta þurfti að halda skikka á hlutunum. En farsóttir komu ekki til Grænlands? Það virðist ekki vera vegna þess að svartidauði gengur yfir 1404 en síðasta heimildin heimsókn til Grænlands er 1408 og þar samfélagið ennþá, ekki blóma þá, þannig ennþá alveg fullum gangi og þannig að sú farsóttir ekki geta gert út af við þá og fyrir utan það að svartidauði hann drepur svo hratt að það er erfitt fyrir hann að komast langt. En ef að skipasiglingar eru svona stópular, af hverju ertu að segja að Grænland hafi verið í svona miklum tengslu við Evrópu? Ég held að Íslendingar voru alltaf að semja skipakomur, það var bara upp á líf og dauða að fá skipin. Já. Og því að þeir höfðu ekki skipakost. Nei. Grænlendingar höfðu ekki skipakost til þess að sigla til Evrópu. Þeir áttu einhver skip sem voru, en það var mikil verslun til Noregs sérstaklega með við vorum nefna rástnistennur nákvæl og með sér fálkar, þeir eru með hvíta fálkar sem þykja fallegri en okkar
eitt og annað en síðan árið 1261 þá verður Grænland hluti af Noregi og það á svona svipum forsendum við þá að koma eitt skip á ári sem að við heldur lágmarks samgöngum en gerir það aftur á verkum að það erfiðara, eða það eru færri skip sem fara á milli og síðan 100 árum seinna þegar Grænlandsskipið sekkur þá það ekki endurnýjað en þá er svo sem allt komið í lágmarks bæði í Grænlandi og í Noregi einhver leyti. En þetta gerir það líka verkum að Íslendingar fá ekki að versla beint við Grænlendinga lögformlega. Þetta er rosalega mikið af sögum skip sem íslenskum skip sem rekur að Grænlandi og sjá sér ekki annan kost heldur en að versla við þá til þess að geta komið aftur þannig að það virðist vera sem að verið stundar sem sagt ólögleg verslun milli Grænlands og Íslands. En það er það sem Íslendingar eru að sækja til Grænlands? Er það bara vara sem þeir síðan selja áfram? Eða? Já, það eru alveg dæmi það. Menn hafi verið strandaðir á Grænlandi og í staðinn fyrir að fara síðan beint aftur heim til Íslands þá faraði til Noregs til þess að selja góssið og síðan til Íslands og það sumir eru reyndar lögsóttir fyrir það í Noregi en það eru líka dæmi það að þeir séu nú bara skallaðir og þetta sé svona lítið svolítið fram hjá þessu og þannig að frá og með þessum tíma sem náttúrulega sama tíma það fyrir að vera kaldara þá verður minni verslun og þá verðist vera talsvert svona harðar í ári á Grænlandi og þú sé að fólk var að borða miklu meira sel heldur en kindakjöt og nautakjöt sem þau örugglega hefði kosið. Þannig að stofnið þeirra minnkar. En hvað var það sem þau fluttu inn með þetta svona utanríkisviðskipti? Hvað flytja Grænlendingar inn? Það var sennilega flutt timbur að einhverju leyti. Þeir fluttu alveg örugglega inn í járn. Það var eitt svona stærsti gallinn við hjá Grænlendingum. Það var að þeir höfðu ekki járn og það er minja sem að fundist á hnífum, þeir eru allir alveg uppurir. Það eru sögulíka af skipum það sem að þeir voru með, sem voru ekki negld saman með járni heldur bara með tré eða beini eða eitthvað og voru brothættari. Þannig að það eru svona nauðsynjar vín auðvitað en síðan náttúrulega má heldur ekki gleyma að það þarf skart, það þarf einhvern veginn að sína fram á þessi yfirstétt og það hún gerir það ekki heldur en hafa kirkjumunni og svona. Þú leggur áherslu að það hafi verið meiri stéttaskipting á Grænlandi heldur í Íslandi? Ég veit hvort ég legg áherslu á það en ég tekur að það er mögulegt, það er alltaf sannlegt en ég held aðalega að þessi fjórþátta samtvinnið viðskipti sem eru fjóru hlutar, fólki í vestri byggð, það fór á sumrin til Norðursetu til að sækja þar rostungstennur og afurðir, seldu sem það til vestri byggðar og seldu það síðan þaðan til eystri byggðar sem var miklu meira landbúnaðarsvæði og fengu landbúnaðarvörur á móti og síðan fólki á eystri byggð seldi tennunar og annað til Noregs þannig að ef þessari keðju rofnar þá verður það miklu erfiðara fyrir allt samfélagið. En utanríkisviðskipti sem það sem kemur inn hljómar ekkert sem náttúrulega járnið er mikilvægt. Já. En skartið og svona, jú, það er svona eins og við komum til að segja nice to have, ekki must have. Já. og þegar ef að Grænlands siglingar detta af frá Noregi til Grænlands, þá ættu hinn viðskiptin að halda áfram nema það er engin ástæða til þess að fara í Norðursetu. Því þar ertu bara að sækja útflutningsvöru. Hinn viðskiptin að halda áfram. Það var svo milli eystri og vestri byggðar. Já, en ef vestri byggðar er að selja rostungstennur til eystri byggðar og þeir selja þannig að og hinn vestri byggðar hafa menn kannski ekki aðengur rostungstennur lengur eftir því sem þeir mistu tökin á Norðursetu, hvort sem það var vegna veður eða vegna þess að Inúítar voru að koma inn á þeim tíma. En að niðurstaðan er alltaf svo að vestri byggð leggst af í kringum 1360 en eystri byggð tórir áfram mögulega 100 ári viðbútt. Já, það sem var meira undirlendi og betur hæft til landbúnaðar. Já. En var alltaf versnað út af að svona lítil ísöld var að koma. Já. Og það er líka með innflutningu svona það er ég tala um Minnik Rosing hérna á Arctic Circle í haust og spurði hann út í þetta og hann sagði að fólki drast bara á leiðindum það er að það virðist vera sem að fólk hafi ekki soltið í hel vegna þess að það var alltaf aðgangur að selkjöti þannig að fólk gat lífnært sig en síðan er spurningin
hversu lengi samfélag tórir á því bara að lífnæra sig. Það hérna Orri Vésteinsson segir að fornleifafræðingur segir að fram yfir 1300 þá gátu Grænlendingar kannski vonastlega að fara fram úr Íslendingum og njóta sambærilega lífskjara á Norðurlöndunum, en síðan þegar þetta ekki lengur hægt, það getur verið að bara fólk missi smá trú á samfélagið og svona. Einkenningin að Grænlendingar hafi dáið út vegna þess að þeim hafi skort aðlögunarhæfni. Þeir hefði ekki getað lært af innúdónum sem voru með tækni til þess að lifa af á þessum slóðum, svolítið að væri orðið kaldara. Já. Og innúdónum kom náttúrulega eftir að kólnaði, af því að þeir kom með sinn lífsmáta með kuldanum. Já. Þetta gefið hérna út og... Já, þetta svona skemmtileg dæmisaga. Það svo mesta metsölubók Endal og Grænlands sem hefur verið búin til, eða ekki? Þetta ekki hvað heitir hann, Jarrett... Já, Diamond. Já, Diamond. Já. Jú, það nú líka mikill innar í kringum það að andmæla honum svo sem. Að kannski eiginlega undarlegasta sem hann setur fram að menn hafi ekki borðað fisk, sem að hljóma nú eins og tilraun til sjálfsmorð. Ef ég vil meina það sé nú meira vegna þess að fiskbein hafa verið mulin síðan niður og endurnýtt og hafa bara ekki fundist mörg dæmi slíkt. Þetta náttúrulega skemmtileg dæmisaga af því að sem byggir á einni flík sem er kallað Burgundarhötturinn, sem á að vera í fransk tíska frá fyrir hluta 15. aldar, að maður sér fyrir sér frændur okkar hríslast í Parísar tískunni drepast og kulda frekar heldur en að það er svo unglingstúlkur á nælon sokkum út í kuldanum. Já, maður þarf nú ekki kannski og upplæður bróður líka strákanarklindi, við klæðum okkur ekki alltaf eftir veðri sko þessa dagana, en og hitt alveg náttúrulega hárrétt að Thule-innviðirnir höfðu miklu meiri aðlögunarhæfni og voru miklu byllisfagnar búin heldur en norræna fólkið og heldur en Dorset og aðrir innviðahópar. Já, voru það búin að aðlagast þessum aðstæðum löngu áður, að þið byggu náttúrulega miklu norðar og þar sem var meiri kuldi. Já, og koma nánast með kuldanum að því það eru svona veiði að fyrir sakak fólk sem hafi verið áður, þeir veitu seli með því bara að grípa það á ísnum, en þegar það var klirra þá var það verra fyrir þá að því að selurinn var ekki á ís, en Thule-fólki bjóður alls konar tækni til þess að veiða sel og meira sem gátu veitt hvali með skutul og flótholti. Þú gerir ekki mikið úr þessu að þetta hefur verið skortur aðlögunarhæfni? Sko, þeir náttúrulega, þeim tókst ekki aðlagast með sami hætti og innúturinn gerð. Það er örugt, og ef þeir hefðu lært meira af þeim, komið sér betur við þá má alveg vel vera að þeir hefðu haft það, við veitum ekki alveg hver samskiptin voru. Það er alveg dæmi bæði samvinnu og átök í sögnum, en þessi Burgundarhöttur, það er nú búið að nýta svolítið mikið í hann, að þetta efnið sé fyrr og þetta sé ekki karlmannshattur, þetta kvenmannshattur, og þetta sé raunverulega verið að stæla íslenska tísku frá því 100 áður fyrr sem er síðan bara búið að lappa upp á, því að það er erfitt að tímasetja það, því að fátæku samfélagi þá eru menn alltaf að lappa upp á hlutina, þannig að þessi hugmyndum að menn hafi verið alveg í nýjastu tísku fram á síðasta dag, hún kannski gengur ekki alveg upp. En það er margt hérna á Huldu og sem að maður gæti talið að ætti að vera meiri heimildir eins og til dæmis hvernig þessi grænlendingar og ínútuarnir klassa saman, getur við sagt. Já. Að það eru til sagnir meðal ínúta það. Já. En það er ekki til neinar svona miklar heimildir það, og annað er að ef að fólk er að deyja úr leiðundum var fólk ekki yfir ritmáli, þannig að maður myndi halda að það væri kannski nokkur bréf, einhverja stynja úr leiðundum á bréf, en það er ekki hægt að finna svona, það er engin frásögn innan úr samfélaginu sem að þeir sem að koma svo að hinnum dauðu sem að dóu leiðundum, að það ætti að vera einhverjar minjar leiðundin. Já. Það er enda svolítið tískaðan að menn síðasta andardrátturum þá skrifa menn einhver eina setningu sko. En það er þetta merkileg spurning, og kannski líka ef það var síðasta setningu hvað var það grænlenskri ritmenningu? Það heimildina sem við höfum eru nánast allar íslenskar, bæði Anna og Lara, því að menn dokumenturuðu allt og náttúrulega sögur eins og Eiríksaga rauða og grænlendinga þáttur og fleira. Já,
þessar sko annað vandamál við átakakenninguna átökunum mann innúta náttúrulega hvað hann hefur verið notuð og misnotuð að þegar að Hans Egde norskur prestur kemur á vegum Danakonungs árið 1721 fyrst og fremst þess að frelsa norrænu grænlendinga sem eru annarkvort fastir í svartasta pápisma eða bara búin að yfirgefa kristna trú yfir höfuð að því menn telja. Hann kemur til Grænlands fyrst og fremst til þess að finna þá, þeir finnast ekki en hann tórir áfram og kemur þetta með bólusótt með sér sem að dreipur marga á en stofnar þessa nýlendu Gotthåb sem að enn í dag höfuðstaður grænlendinga og tilkall Dana til að ráða yfir Grænlandi byggir öllu leyti á því að norrænu grænlendingarnir gengu Noregskonungi á hönd 1261 og síðan þegar Noregur gengu Danakonungi á hönd þá eru þeir partir á Danaveldi. Þó hafa ekki verið til í einhverja 2-3 aldir. Já, en það var eitthvað ekki vita þannig, menn held að þeir myndu kannski finnast á endanum og þá... Og þeir fjall ekki frá kröfunni þegar kom í ljós að þeir voru ekki hérna. Nei. Auðvitað ekki, en þá þvert á móti hentar vel að segja Inúítarnir drápu þá og þá gefur við svona ákveð mórals tilkall sko við vorum hér við eigum Grænlandi Ekki alveg kenning að þetta hefur gerst í Vængissögunni að það kemur ykkur hópur sem að ríður að öðrum hópi burtu Já, og maður skildir svona passa sig sko í báðar áttir að vera ekki að taka undir einhverja 18. og 19. aldar nýlendu kenningar Dana en ekki heldur að segja sko Inúítar eru sér einhvern veginn öðruvísi heldur en annað fólk og séu þeir eru reyndar alltaf jafna með friðsamir en það alveg dæmi það að þeir hefni sín ef að mjög gengið á þeirra hlut eins og dæmi það áður en að Danir kom aftur þá voru skipasýrlega þeir stálusnuðu fólki til að taka með og síðan ef að sama skip kom aftur og einhverju þekktu hverjir hafa stólið þá voru þeir bara drefnir sko svo eins og náttúrulega mannlegt eðlið að vilja hefna þegar einhver gerir á mann hlut sko þannig að það er mjög ósennilegt að Inúítar hafi komið og kannski útrýmt byggð í fullum blóma en það er ekki óhugsandi að það hafi orðið átöku þegar að byggja hvort þetta deyjandi. Ekki til líkingu við þegar hvíti maður kemur til Norður-Ameríku og útrýmir frumbyggjum. Nei, sem að reyndar að byrja á sama tíma sem áhugavert, en nei, þetta ekki, þetta er einn möguleik, en það flækir svolítið að þegar að hans Egdi kemur þá hann að leita svona sögum og svolítið kannski að finna það sem hann vill mögulega og eitthvað sem átakasögum mögulega á milli Dorset og Thule sem að hann síðan yfirfærir. Það eru til einhverjar sagnir hjá Inúítum átök. Já. Og þetta er ekkert svo langt í burtu, þetta er svona, kannski aðeins lengra heldur en frá ritunartími Íslendingasagna og atburðina sem hefur verið að lýsa, en það eru dæmi að einhver svona þekking erfist á milli kynslóða og hefur ekki trú á því að þessar sögur frá Inúítunum séu einhver leyti, einhver fótu fyrir þeim átök á milli? Jú, ég held að það hljóti nú að vera einhver fótur fyrir því. Það er spurning bara hversu mikið það var, hvort þetta hafi gerst út af við það ekki. Það er meira sér í íslenskum annálum talað einhverja bardaga, þannig að já, þetta er svona álíka langur tími kannski á milli viðbröðslíka og ritunartíma þeirra, en það það eru einhver dæmi verslun á milli líka. Ein kenningi sem var lengi viðhöfð og sem að Fridtjof Nansen og Hans Egde sjálfur tóku undir eða voru að leita dæmum það var að þessir hópar hefur unnið saman. Það er að segja að norrænir menn hafa horfið inn í samfélagi Inúíta og voru að finna einhverju ljóslitir Inúíta en með nútíma DNA-tækni þá virðist verið að staðfesta að svo verið ekki. Nei, bara alls ekki. Nei, það er engin dæmi slíkt. Norrænt blóði í nútíma grænlendingum. Ekki nema bara það sem kemur síðan seinna. Dönum. Jú. Þannig að þá náttúrulega heldur maður að spyrja ef að þessir hópar reyndir að koma niður vesturströndina á svipum tíma og norrænir menn láta undan
einhver vissit eða sér stað en engin blóðblöndun, þannig að svona, þetta allan að bendur ekki til mikil samgangs. En ein kenning sem hefur verið lífseg að þarna hafi komið sjóræningjar og rænt fólkinu. Já. Einhvern staðar las ég að hefur verið flutt, held ég bara, hvort það var ekki til Kanaríeyju eða eitthvað, var það ekki eitthvað svona kenninga að það hefði mátt finna grænlendingarna eitthvað þar annars þar? Talandi svona óbyggðar eyjar sem voru óbyggðar á landnámstíma Íslands. Já, þetta náttúrulega klárlega svona skemmtilegasta pælingin, þetta svona happy ending sko, að frændur okkur endur bara með að tana á tenni fyrir ykkur heldur að frjósa á Grænlandi. Ég held að það sé að slá saman sko, það hafa fundist á Azoreyjum kol og kindaskítur og annað frá sem bendir til að norrænir menn hafi verið þar. Og reynt búsetu, verið með búfénað. Já, en þeir eru eins og horfnir þegar Portúgal komið þangað á 15. öld sem svipað tími og þetta þannig að, já, rauð með að sjá tengingu þar á milli, þó að það sé vissulega áhugavert í sjálfu sér að norrænir menn sama fólkið. Já, þeir eru alltaf komið frá Grænlandi, þetta er samilur. Það getur verið norrænir menn, en það er ekki þar með að það komið frá Grænlandi. Nei, þetta er líka fyrir þannig þeir hafa sennilega komið bara þá frá Danmörku og Nóri eins og aðrir sko, en maður veldi fyrir sér hvað svona menn voru að setjast á Íslandi og Grænlandi en ekki á Azoreyjum ef þeir. Það er margir bölvað Ingólfur Arnarsinni fyrir þetta. Já. Það var siglt norður. Já, við hefum bara getað að fara til tennisinn og sleppt þessum 1000 árum milli. Við hefum haft skipakosti til þess. En þetta með að, og það er kannski ástæðan fyrir að menn koma með þá kenningu að fólkinu hafi verið rænt. Að það vantar eiginlega leyfarnar af endalokunum. Já, það er jafnvel þó stóra myndin sé til dæmis skýr og það voru kaldara og minni samskipti og harðnaði árið. Það útskýrir ekki hvernig samfélagi raunverulega hverfur. Nei, það kemur bara svona punktur í svona þegar það fyrir að líða að niðurlaginu, að það vantar eiginlega niðurlagið. Já, og það er 1408, þá er brúðkauphaldi í Hvalseyðiskirkju og þá er samfélagi ennþá svona, já, ennþá allan gangandi og síðan bara spyrst ekki til þeirra framar. Og já, þessi sjónarkenning, hún er svolítið vinsæl, bók sem heitir The Greenlanders, Vilborg Davíðsdóttir skrifaði skáldsögu 20 árum í Hrafnin sem hún notast við þetta. Og þetta er náttúrulega snyrtilegu endalok, bara allir eru rændir og ekki öllum er rænt. Og ekki óhugsandi, þetta er kallað enska öldin á Íslandi vegna þess að Breta voru að sigla út um allt og versla og ræna og gera ýmislegt. Það er ekki vitað þegar það farið svona langt en það má vel vera en það er nefnilega ein áhugaverð saga sem að sonur hans Eyti skráði sem segir frá því að Inúítar hafi komið til byggða vilja búa meðal norrænna fólks, ekki mikið leyfi til þess en búið rétt fyrir utan og síðan hafi skip komið, erlent skip sem er reynd að taka fram að sé ennst ráðist á byggðina árið sem hefur hundið en síðan kemur það aftur og það er þessu örfáu sem eru 5 konur eða eitthvað sem örfá eftirlifendur af byggðinni fara með þá Inúítum og giftast þeim en það þessum konum tekst að flýja en öðrum er rænt. Já. Eða drefnir. Já, og vantarlega allan einhverjum rænt en ekki finnst náttúrulega neinn DNA dæmum þetta hjá Inúítum né heldur á Englandi eða hvers sem að fara með fólki, það er ekki óhugsandi að það gerist að þetta muni einhvern tíma finnast en það er bara einfaldlega ómögulegt að segja af eða á þetta er svona það algjör endapunktur En ef að byggðin hefur svona fjarað út ættu við þá ekki að hafa eitthvað annað en þetta brúðkaup sem svona síðustu fréttinir ætti ekki, ég meina var fólk ekki í jarðað? Jú. Það mætti ekki grafa upp fólk og mæla það hvernig það var til og hvað það borðaði og hvort það borðaði fisk eða ekki og er ekki allt hægt í dag. Ef við finnum engar leifar af... Nei, það er reyndar með því að fólk er jarðað ofan okkur og það er okkur óvilji til þess að fara og grafa sig í gegnum nýri líkin En það virðist ekki verið sem að það hafi svolítið í hel en það var alltaf nú til á sel en það sem ég er að velta fyrir mér að ef að það fyrir smá saman meira kólnandi þá aðlagast fólk því einhverju leyti en að virðist hafa verið eldgos einhvers staðar árið 1452 sem að leiddi til snöggkólnunar
á Íslandi og á Grænlandi. Og hver var eldgosið? Það nefnilega ekki alveg vitað. Það var mögulega einhverjum í Indónesíu einhvers staðar á Suðurhveli, en það vitað að það varð og það hafði gríðarlega áhrif á veðurfarið. Eins og reyndar fyrri eldgosið haft sem að leitu sennilega til Íslanda. Þannig að ef við myndum einhver samfélag sem í mikilli hnignun og allt eru erfiðara og verra og síðan kemur eitthvað áfall og það verður miklu verra allt í einu. Það kemur allt í einu, það vorar mánuði seinna en í fyrra og þetta gerist í 3 ár í röð. Það getur verið nóg til þess að kippa bara öllum stóðum undan samfélaginu. Það var nú talað bara 1816 hafi verið árið án sumars, við vitum að móðuharðindin hefði áhrif við heim og svona og allt þetta eldgosum, en þannig að þá getur verið kannski að komast að sér nálagt. Það útskýrir svo sem ekki alveg laðist fólk bara niður til að deyja hvert fyrir sig. Mér finnst ekkert ósennilegt að þeir hafi kannski reynt að smíða sér einhvers konar örk og sigla í burtu. Og sokkið í hafi. Og sokkið í hafi, því að ef þeir hefðu komist til Íslands þá myndum við vita því. Og ef þeir hefðu komist til Kanada, þannig reyndar kenningar um það að þeir hafi blandast ættbálki þar sem sjálfur dó bólusótt á 19. öld sem að klára það, en það má vera að einhvers konar rannsóknir framtíðarnar, við getum skannað allan sjávarborðin og finnum við á einhvers staðar á utan við strendur Íslands á hafsbotni. Já, en það eitthvað svo ólíklegt að ef að þeim hefur tekist að komast til yfir til Ameríku að þeir hafi runnið saman við aðra þjóðir? Nei. Annað eins hefur gerst og þetta náttúrulega, þannig þetta orðið þú þetta og með kenninguna að þetta sé orðið svo veik byggt samfélag að það ræður ekki við að halda utan eigin sögu og ritmál og þar munandi auðvelt fyrir það að hverfa inn í aðra meiningu. Já, með það hefur verið tekið á mótum. Það er ekki útilokað, en það eiginlega útilokað að það hefur gerst á Grænlandi sjálfu vegna þess að en ef við komist í burtu á örkinu þinni. En ef við komist til Kanada þá það hefur bara ekki fundist ennþá, en það tekur lengri tíma held ég að leita öllu þar, en hafi það gerst þá ætti að vera að sanna það bara með DNA-prófum nema að sá ættbálkur hafi síðar dáið út sem ekki ólíklegt, því að náttúrulega mikla farsóttir sem að Evrópumenn komu með sér og ýmislegt annað. Það í þessu, þú getur búið til einhverja kenningu og það ekki hægt að afsanna hana, en hún ekki þar með sönn. Nei, það það eina sem við vitum fyrir víst, það eins og ég segi stóra myndin og hún líka mjög áhugaverð fyrir okkur í dag sem við erum að takast á við loftslagsbreytingar og svona, hvernig fólk aðlagast og hvort og síðan svona því fólk náttúrulega upptekið líka svolítið mikið þess að á dómsdagsspám og svona bara hvernig samfélag deyr. Það náttúrulega til fjöldamörg dæmi samfélag sem hverfa í sögunni mínóska menningin og krít og ótal menningar í mikið talað í íslenskri pólitík í dag endalok vestrænnar menningar. Já. það fólk ætti að hafa sérstaklega á þessu. Já, ég held að við ættum nú kannski meira að huga loftslagsbreytingum ef við ætlum að reyna að velta fyrir okkur örlögum grænlendingana en norrænu. Og má ég aðeins byrja það því að það brúðkaupið 1408. Jú. Svo engar heimildir sem hægt að tímasetja. Nei. Ef að þú kastar fram að þetta hafi bara fjarað út í kuldatíð og Já, og snögglunar lúta. Já, sem við þekkjum það í heiðabílunum að ef það vorar seint að þá drefs beljan, því að það bara þú hefur ekki hei til að gefa henni þannig að þú missir þá mjólkina og þannig að þetta getur hörnað þá mjög hratt á eftir þetta hangir á bláþræði svona kotungsbúskapur þar sem þú ert kannski með eina belju og 15 rollur og reynir svo að lifa á fiski og sel og einhverju svona, það má ekkert út að bregða það. Þetta svona eins og samanir lifðu í Norður-Noregi og okkur lera og Íslendingar kannski fjallar sjálfsagt fólk þetta, hvað erfitt að lifa við þessi skilyrði. Jú, en hann tórði. Já, en svo nefnir að mögulega hafðu geta búið til eitthvað fley. Voru skip þarna að einhverju ráði eða á þessu tíma? Já, það við veitum ekki hversu lengi það var, eða hvort 1347 talað að Marklandsskip hafi komið til Íslands, sem grænlandsskip sem siglt til Kanada.
og það nefndi hann alveg með þykir ekki til stórtíðenda og það er þetta talsvert fyrir sko 1180 með skip sem sett saman þannig en það að skipið hafi sokkið kannski ekki endilega til marks líka að það hafi verið hérna vel smíðað ef við gefum okkur það sko en já hvort menn að kunna að smíða góð skipið ekki þá náttúrulega menn geta grein fyrir skipið menn það ef þeir hafa geta fundið viðinn og svo framvegis en hérna Ég spurði hvort að þú hefði list þrautina og þú sagði já og það heyrist mér að sé gerð með þessum hætti að það að Inútar hafi eitt byggðinni, það er ólíklegt. Já. Það að sjóræningjar hafi stolið fólkinu, það er líka ólíklegt. Og þú bara lappar og eftir situr að miða við aðstæðna sem að voru, kólnandi veðurfar og fleira sem er vitað, að þá má gera ráð fyrir því að byggðin eftir að rofnuðu viðskiptatengsl við Evrópu hafi verið það veik að á endanum myndi hún bara fjara út. Já. Hún hafði ekki í sér endurnýjun og kraft. Já, og eftir kannski mikil harðindir af fólk sem á sem hann að gefast upp þá kemur einhver snögghólunum og þá bara endanlega leggst fólk niður. En það er enda til ein saga í viðbót úr hérna Íslensk annál frá sko 1540 að þá kemur Íslensk skip til Grænlands og þeir finna mann með andlitið ofan í sjó, látin, sem að með rautt skegg sem svona skemmtileg vísun í upphafsmannin en í fötum sem sko með evrópskri hettu en selskynni sem blanda af evrópskum og innúskum klæðaburði. Ef þessi saga sönn þá þetta kannski síðasti grænlendingurinn sem að bendi til þess að kannski einhver örfáir hafi lifað af ekki varla sem samfélag heldur bara einhverjur örfábændur í 100 ári í viðbót sem hafa þá lært af Inútum og reynda kemur fram að það eru byggðir sem að þeir halda sig undan sem að þeir hafa þá jafnvel lifa einhvers konar á jaðri Inúitabyggða svona hálfkjörnum fjölum og lært á sem að í svona sníkjulífi á þeim. Já, þá hefur svona kannski snúist við þessi saga sem við fáum til þegar Inúitabyggðu byggu á jaðri Norrænubyggðarinnar. Þannig að já, ég held að byggðin hafi lagst af sennilega út af loftslagsáhrifum, en nákvæmlega hvað var það þeim síðustu, það möguleiki sem náttúrulega svona að þeir hafa mögulega sokkið eða þá að þeir hafi bara einhverju örfái tórað áfram þannig að engin var eftir og hvorki geta komist í burtu né aðlagast eða blandast inn úr þeim. Er þetta Íslandssaga? Að einhverju leyti, já. Ég held að sko allar sögur sem sagðar alltaf sögur þjóða en það náttúrulega alltaf gerast í einu og það náttúrulega áhugavert hvað það eru margar samsvaranir Grænland kristnast árið 1000 á sama tíma á Ísland, segir sagan bendil þess að Noregskonungur hefði gríðarleg áhrif á báðum þessum löndum Grænland gengur undir Noregs hönd 1261, Íslendingar 1262 og það líka til kenningar það að það hefði verið eldgos að það hefði kólnað svo mikið að bæði Íslendingar og Grænlendingar hafa séð þann kost bestan að gangast undir Noregskonung til að hafa allan eitthvað öryggi og kannski má líka segja þessa sögu bara sem sögu loftslags að fólk fer á þessar eyjar þegar það er hlýtt og síðan kólnar þá harðnar í ári en við lifum af en ekki Grænlendingar og síðan verður að vera hlýra aftur á 19. öld. Svo kannski Íslandssagan ekki alveg til þarna að við tilheyrum bara sögu norrænna manna sem frá Grænlandi og meðal annars til Bjarmalanda sem að þú hefur verið að fjöllum. Já. Það er náttúrulega miklu stærri svona menningarheimur sem að Ísland tilheyrði á sínum tíma og við tilheyrum náttúrulega ennþá. Já. En það er náttúrulega okkur hættir oft til þess að skoða hreppsögun okkar eina og sér. Já. Og þannig hefur þetta sagnarritum verið meira með 200 ára. Þetta allt sögur þjóða en þetta náttúrulega en allt gerist í einu og allt hefur áhrif á hvort annað. En það merkilegt að þessi menningarheimur náði sjálfur sér frá Grænlandi til Kænugars til Svartahafs fram yfir kannski svona 1300. Það hafði mikil áhrif á sögu Englands og inn í Frakkland og hefði áhrif í það. Já, og Sikiley og norðanverður Spáni og
spiluðu mikla rullu í krossferðunum sem eru náttúrulega bara víkingaferðir sem eru undir öðru vörumerki. Já, og sérstaklega við Eystrarsalt þar sem að menn bara, skiptum vörumerki og kölluðu það, því það voru líka krossferðir farnar sko Eystrarsalt þegar menn voru að leggja undir Finnland og Eystrarsaltsundin sem í dag eru. En ég skrifaði nú bókum Norðurlandasögu á ensku sem heitir What if Vikings had conquered the world? Ef þið farið við Staffurðubrú árið 1066 þá hefði Haraldur Harðaði orðið konungur Englands. Og það sérfræði þín að skrifa hvað ef sögur? Nei, það er nú meira svona hlíðarbúgrið sko. En hvað ef að norræna byggðin hefði lifað? Það hefði bara lítið breyst eða eitthvað? Já, hún náttúrulega, þá hefðu þeir sennilega orðið bara svolítið eins og Íslendingar. En þeir hefðu þá fundist aftur, samskiptin hefðu ekki rofnað. Og þeir hefðu orðið bara hluti af nýlendu veldi Dana í Grænlandi? Já, og hvernig hver veit nema þeir hefðu þá líka orðið sjálfstæður á svipuðum tíma, en þá er spurning hvernig á þeim nýlendu tíma, hvernig Inúítunum hefði reitt af ef að það hefði líka verið hópur norrannamanna þarna sem náttúrulega... sem hefði ekki, kannski mögulega stoppað á suðurför þeirra. Já, og síðan þegar við gefum okkur að landið hefði lent undir Danmörku samt, þá getur náttúrulega vel verið að þeir hefði nýtt tækifæri til þess að koma valdi sínu yfir Inúítana sem að þannig ég veit ekki hvort það orðið þeim til haps. Þetta er þú hefur líklega verið að skrifa þetta því að þetta er svona ráðgáta og þetta er skemmtilegt. Já. Svo hefur við verið að tala við fólk þetta. Hefur þið komið á óvart hvað það lifi lengi í svona áhuga Íslendinga á þessari ráðgátu? Já, mér er bara skrítið að ekki allir að tala þetta alltaf sko. Jú, fólk verður mjög fljótt áhugasamt, en þetta er náttúrulega, þetta samfélag stendur í 500 ár. Það er náttúrulega óbóðslegu tími. Það er jafn lengi og ákomndur Evrópumanna hafa búið í Norður-Ameríku nánast. Þannig að þetta er ekki bara einhver svona verslunastöð sem leggst af eftir illa árar. Þetta er alveg heilt samfélag og heilt siðmenning sem er til mjög lengi og fólk, ég held að fólk sé meðvitað það, en ég held að samt að það sé ekki nóg meðvitað ráðgátuna, hvað þetta er umhverjulega áhugaverð spurning. Og fólk líka á Grænlandi, þó þetta sé náttúrulega ekki þeirra forfeður, en þetta er partur á sögu Grænlands. Ef maður heitir svona grúskara þar og þá var menn líka mikinn áhuga. Áhuga þar? Já. Það er nú ekki alltaf þannig að það er til dæmis frekt að hvað Írar hafa lítinn áhuga á víkingatímanum og áhrifum víkinga á Írland. Það er bara rétt undanfarna áratugir sem það verið að mátt vera að ræða um það. Er það ekki þannig að í Grænlandi að þetta er svona tími sem að við, grænlendingar nútímans, að þetta er okkar saga, okkar lands? Já. Og þetta er svona einhver aukakafli sem að trufla bara þessu? Í sumum finnst reyndar, ég tala um einhverju sem fannst sko svolítið mikið gert úr þessu miðað við bara sögu Inúíta sem lítið er vitað vegna þess að það er ekki ritaðar heimildir, það er einhver fornleifar, þannig að menn eru eigað miklu púðri kannski að rannsaka þetta miðað við. En fornminjar eru þarna, það er náttúrulega eitt. En það sem kannski gerir þetta líka svolítið áhugavert fyrir grænlendingum er það að við hugsum grænlendinga sem fórnarlömb og nýlendu kúgun Dana, en þessi saga sýnir raunverulega grænlendinga sem sigurvegara sögunar. Þeir eru þeir sem höfðu þetta af, þannig að það er líka ákveð stolt sem fylgir því að geta bent á að þannig að Evrópubúar, þeim tókst ekki að lifa af þessu landi en okkur tókst það. Þeir reynduð en ykkur mistókst. Jú. Valur, gaman að fá þig að tala um þessa miklu ráðgátu. Bókin heitir Grænland og fólki sem hvarf. En við ætlum að fara frá Grænlandi og fara að eitthvað allt annað, að leita að einhverju skilningi á þessum furðulega heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, við ætlum næst að ræða við mann sem að er í mínum huga ein af menningar stórstjörnum Íslendinga. Hann heitir Ágúst Guðmundsson. Þið þekkið hann ef til best eins og ég vegna bíómyndina sem hann hefur gert. Þar má nefna Með allt á hreinu, Útlagan, Land og syni, ég geti talið áfram.
En í dag ætla ég að ræða við Ágúst að nokkru leyti nýja bók sem að hann var að skrifa, skáldsaga, hún heitir Lux, en ég hugsa nú að ég muni laumast til þess að spyrja hann eitthvað ferilinn líka. Vertu velkominn, Ágúst, til okkar. Já, þakka þér fyrir. Þetta í fyrsta skipti sem að þú kemur hingað að Rauðaborði. Já, ég hef bara aldrei komið hingað áður. Nei, einmitt, það er gaman að fá þig. Mjög gaman að vera hér. Já, og til hamingju með þessa nýju bók, Lux. Takk fyrir. Myndirðu segja þetta að vera novella? Já, þetta er novella. Já, einmitt. Þetta er stutt skáldsaga. Já. Gerist hún öll á einum tíma eða? Nei, hún gerist á nokkurum árum að segja. Hún næri yfir tímabili frá því fyrir hrun og þá til eftir hrun. Já, já. Og ertu svona með einhverja samfélagslegar vangaveltur eða er þetta bara? Vafalaust myndi maður ekki segja það. Sko, málið er það að mér finnast þessi tíma mjög merkilegir. Það er að segja þenslutímarnir og hrunið sem kom í kjölfarið. Mér finnst í raun og veru sko fyrsti áratugur þessar aldar vera svo forvitnilegasti og svo skrítnasti sem ég hef upplifað. Já, það er þannig. Nú er oft sko skrítið að vera Íslendingur en það var aldrei skrítnara heldur en á þessum árum. Ertu þá að tala bara þetta brjálæði einhvern veginn? Já, þú mást bara fyrir 20 árum þá voru blöðin uppfull af fréttum það hvaða milljarðamæringar væru ríkastir og hverjir ættu flottustu einkaþotuna. Já, eins og það væri mikil deguð. Já, einmitt. Og mér, sko, eftir þetta tímabil þá settist ég niður og langaði til að fjalli eitthvað þetta í myndum og var svona að safna saman hugmyndum í sarp og úr þessu urður hendar ýmis svona sögukorn eins og þetta heitir hendar en aðalega urðu úr þessu 3 kvikmyndahandrit og þetta er handrit nummer 2 sem þessi saga byggist á. Já. Þessi bók var einu sinni kvikmyndahandrit. Svona sagan á bakvið það. En það er enda búið umskrifað talsveit mikið og jafnvel aðalpersonan hefur breyst svolítið við það að verða sögupersona í bók. Já. Er langt síðan þú rissaðir upp fyrstu hugmyndir sem koma hér fram í þessari nýju bók núna? Já, fyrir þessa bók það er allavega 10 ár. Já. Þannig að hún fengið að malla og kólna og svona, það eru margir kostir við það að láta verk þróast yfir svona langan tíma, ekki satt? Jú, þetta minnum á það sem að gamall félagi minn Indriði Þorsteinsson sagði. Hans rithöfundaferill var algjörlega tvískiptur. Þegar hann fjallaði nútímann þá var hann þessi eiturskarpi blaðamaður sem margir kvenkuðu sér undan og sem var ekki alltaf sanngjarn, skal sagt. En hann vildi fjalla liðna tíma í fagurbókmyndunum. Hann sagði einhvern tíma að það þurfa að líða að minnst að kosti 10 ár frá atburðunum og þangað til ég get afgreitt af sem söguefni. Já. Og þetta sést alveg á ferlinum hans. Einmitt, og þá var hann svona þessi flotti næmi skagfirski stílisti. Já, einmitt. Og kannski er eitthvað til í þessu. En mér finnst líka ágætt að hafa fengið þessa fjarlægð á þessa skrítni tíma. Já, ég trúi því. Hvað er þessi bók? Sko, mér langaði ekki mjög mikið til þess að fjalla aðalpersonurnar. Ég vissi að það yrði fjallað þær á öðrum vettvangi og fólki finnst gaman að sjá svona myndir svona eyðslusemina í þessum ríku, hvað er flug og hátt og svo framvegis. Mér langaði meira til þess að tala þá sem voru aðeins neðar í þessari gókunaröð, langaði kannski til að komast upp, en
voru þar ekki, komumst þangað aldrei í raun og veru. Já. Þá sem þennan mikla fjölda sem átti þó ósk heitast að verða ríkir og verður kannski ríkir á tímabili en mistu svo kannski allt í rauninu sjálfu. Já. Getum við kallað þetta næstefsta lagið? Já, við getum kallað það næstefsta lagið. Eða það næstefsta. Og þetta, fjallað tilfinningar, þetta ástarsaga? Já, þetta nefnilega ástarsaga. Já. Það var nú eitt sem að kannski, það er eiginlega aðal þema þessara bókar. Það er að stundum fer fólk að búa saman og giftast og eiga börn sem eiga kannski ekki óskaplega vel saman. Eru ólík en eru samt alla æfina einhvern veginn að láta það ganga upp. Já. Og þetta er svoleiðis samband. Já. Og tíðarandi, hann kannski hefur meiri áhrif á þannig sambönd. Já, og hann hefur líka meiri áhrif á suma en aðra. Já. Þarna er í forgrunni ung hjón. Hún er háttsett í banka í Luxemborg, þess vegna heitir þetta Lux. Já, einmitt. Hann er hins vegar norrænufræðingur. Fæddur norður í landi, sveitapiltur og kann vel að meta svona, hvað ég var að segja, fornar hefðir, bókmenntir, þjóðleg gildi og líka hann er hagmæltur og er í raun og svona dæmigert skúfurskáld í nútímanum vegna þess að hann er alltaf að yrkja eitthvað sem hann veit að muni ekki koma fyrir augu annara. Já, þú ert búin að draga þarna upp ákveðnar andstæður. Þarna eru andstæður, já. Já. Og þetta var einmitt tími andstæðnanna. Ég man til dæmis þegar að þú nefndir aðeins áðan að það voru gerðar fréttir flottustu einkaþotuna. Ég man hvað mér brá við það liggur við að maður geti kallað það bara einhvers konar siðrofi í fjölmiðlamennsku þegar við vorum farin að sjá nýju típuna af viðmælendum dregna inn í umræðu þættina eins og Kastljós eða hvað það hét á sínum tíma og ástæða gestabóðsins, ástæða þess að viðtal við þennan ríka kall var sýnt var einungis auður hans sem að við lærðum síðar að var nú byggður á lofti og ég hugsaði með mér býtu, er þetta ekki eitthvað menningarrof? Þarf ekki maðurinn að hafa eitthvað fram að færa annað en það að hann eigi svona mikla peninga? Hvað er hann að segja mér? Hvað er þetta viðtal að segja mér? Manstu eftir að hafa hugsað eitthvað svipað? Já, en það líka að taka það fram að fólk horfði á svona viðtöl af miklum og einlegum áhuga. Já. Þetta voru bara stórstjörnur síns tíma, ekki satt. Þess vegna var hann dreginn í viðtal. Við heldum kannski að þetta væru stórstjörnur, svo hefur maður hitt fólk sem segir til dæmis rifjar upp einhverja fundi við bankamenn í London. Já. Og þeir voru í vitlausum skóm. Íslensku stórstjörnunar okkar voru ekki í réttri típu af skóm. Já. Og fundarmennir, bresku bankamennir sem voru að tala við íslenska bankastjóra, þeir leið og fundin var lokið þá bara hristuður höfuð. Það er ekki hægt að treysta þessum businessmönnum, þeir eru ekki rétt skóm. Það er þetta mjög gaman að lesa einmitt það sem þeir sögðu hina ýmsu fundi sem þeir áttu með íslensku bankafólki. Já. Mönnum sem komu þarna ungir í áhrifastöður og vissir nú ekki voða mikið það kerfið sem þeir voru komnir inn í. Nei, en þetta keyrðist áfram af eldlegum áhuga
og einhvers konar æsku þrótti gerir það fyrir. Já. Mér svolítið gott hjá þér sko að vera að fjalla tíman fyrir hrun öðrum þræði í þessari bók því að það einmitt, þetta alveg rétt sko þegar þú segir það. Við erum ekki að víkja huganum allt og mikið að því tímabil, við erum svo föst í hruninu sjálfu og dramatískum eftirmálum hrunsins. Já. Það gildir allar þessar hugmyndir sem ég var að reyna að færa í kvikmyndaform. Já. Að þær gerast einmitt allar á undan. Það er svona smá eftirmáli sem gerist eftir hrun hérna. Jú, fyrsta hugmyndin sem heitir Rukkarar Íslands, hún gerist svona á undan og eftir og í hruninu sjálfu. Já. En þetta er náttúrulega stórmerki tímar og eiginlega mjög eðlilegt að fólk sækir sér svona söguefni þangað. Já. Það er svolítið minna mál það ekki, þótt það sé erfitt að skrifa bók og mjög erfitt að skrifa mjög góða bók. Ekki síst ef hún stutt, það nú eiginlega bara það allerfiðasta sem hægt að gera, finnst mér. En þetta er samt svolítið minna mál en að búa til risavaxna bíómyndir, það ekki? Jú, það er það nú reyndar. Ég hef eiginlega einum og gaman af að skrifa. Já. Þannig að ég reyni alltaf að vera frekar knappur í stílnum. Já. Ég gæti vafalaust skrifað alveg endalaus samtöl, en endalaus samtöl er ekkert spennandi. Nei, þú óskar þér þess að við höldum áfram að hugsa eftir að punkturinn kemur og eftir málsgreininni á köflum. Það er náttúrulega það sem við erum alltaf óskað eftir. En sko, mínir uppáhaldshöfundar íslenskir, þeir eru einmitt passa samar á að skrifa ekki á langan texta. Já. Eins og Pétur Gunnarsson, svo ég nefnum dæmi. Já. Það hver setning er úthugsuð og hún má bara ekki vera lengri. Nei. Og einmitt þarna fyrir langt aftur í tíman og við hugsum punktinn og ég og mig og mér til mín. Hvað þetta var rosalega unnin texti hjá mér. Knappur vegna þess að hafa búið að henda út öllu sem ekki þurfti að vera þarna. Ég veit ekki hvort ég er búin að vera alveg svo grimmur í þennan texta, en það gerist þannig margt á þessum blaðsíðum þarna. Já, ég trúi því. Ég hlakka til að lesa þetta. Ég hafði ekki tíma til að gera það í undirbúningnum, en ég get sagt þér að Pétri að einu sinni fór hann norður í land og hann var að lesa upp úr handriti sem var í smíðum, það var ekki orðið bók og það var hlegið alveg rosalega mikið af textanum og mér er sagt og honum hafi fundist of mikið leið og hann hafi tekið út sem sagt kímni og húmor af því að hann vildi svo oft láta okkur dansa á mörkum hins húmoriska og tragiska. Já, þetta getur vel passað sko. Já, þarna er hugsun í gangi sko. Já, en hann er enda góður uppleysari og þegar hann lesa eigin texta þá verður hann alltaf dálítið fyndinn. Einmitt, mjög fyndinn. En get ég rukkað eitthvað meira svona efni bókarina? Það er kannski erfitt fyrir mig af því ég hef ekki lesið hana. Já. Er ég ekki komin með megin efnið? Jú. Og má ég þá fara að spyrja þig út í eitthvað annað og hvernig þessi bók tengist svona því sem þú hefur að gera á undan? Já, þetta verkefni byrjaði sem kvikmyndahandrit. Já. Og það komst talsveit langt. Ég var komin í samstarfið framleiðanda í Luxemborg. Já. Og ég var komin með vilyrði frá kvikmyndamiðstöð til að gera þessa mynd. Já. Og þá gerist það að þessi framleiðandi í Luxemborg, hann bara lét af störfum og hætti í fyrirtækinu og partner hans í fyrirtækinu, hann hafði ekki áhuga að halda áfram með þetta. Og svona gerist þetta að maður, þetta er viðkvæmum business. Já. Og hann hafði bara einfallega ekki sama áhuga og svo sem var að láta störfum á þessu ákveðna verkefni. Og þá er bara ekkert hægt að gera. Nei. Og, en þú fannst leið. Ég skrifaði bók
Já, það er eiginlega það eina sem hægt að gera. Já. En þetta segir bara það að við lifum á tímum þar sem að allt breytist furðu hratt og sérilega í kvikmyndabransanum. Já. Og allt í uppgötvaði það ég var ekki lengur með þau sambönd sem ég var með fyrir kannski 20 árum. Þar voru bara mínir félagar í Evrópu annarkvort dauðir eða hætti störfum. Já. Og ég bara vissi ekki hvert ég átt að snúa mér með þetta. Nei. Ég var eitthvað að þvælast á kvikmyndahátíð í Berlín í 2 skipti og það leiddi ekki til neins. Nei. Svo að þetta er svona, þetta er ekki einfaldur bransi, svo líka annað að kannski er maður fljótur að detta úr tísku sem höfundur, að þær myndir sem ég gerði hérna og fengu gríðarlega aðsókn fyrstu myndir mínar, allar fyrstu 4 í Noregi. Þær myndu væntanlega ekki fá sömu aðsókn núna. Nei, þessar myndir þínar sko, mér langar aðeins að ræða við þig sumar þeirra kannski, eða þeir eru sama. Já. Þær eru náttúrulega meira en bara aðsóknar með, þær eru bara þær eru að einhverju leyti sjálfsmótandi menningar vitnisburðir, bara svo segi þér hvernig ég man mjög sterkt eftir Landi og sonum og mér fannst þetta ótrúlega magnað að sjá þessa fortíð bara á tjaldi. Ég nú sjálfur alin upp bara í Mývatnssveit og sjónvarpi kom ekki fyrir nýjan og bara orðinu svolítið stálpaður og svona mitt alfa og omega var bara silungur, önd, vatn, tún, sauðkind sko. Maður tók nú ekkert eftir því, það var svo merkileg sem það var af því það var alltaf alla daga við sumar þá hætti maður að taka eftir því en sko ég man mjög vel eftir sterkum hughrifum þegar ég horfi á Land og sinni en þegar með allt á hreinu kemur og ég 17-18 ára gamall man ekki hvað ég þá bara sko það bara opnast nýr heimur. Þú hlýtur ofta að hafa heyrt það hvað sumar myndana þinn og ekki síst hún hvað hún var ótrúlega stór fyrir okkur. Já. Það er alltaf verið að endursýna hana í sjónvarpinu en þetta búm sem hún var á sínum tíma. Svo höfum við líka alltaf sýningar á henni svona allavega árlega með söngtekstum í Bíó Paradís. Já, það er skemmtilegt. Og það kemur alltaf slatt af fólki til að syngja með. Já. Úr því þú nefnir þessa mynd þá vil ég geta þess að bara núna daginn þá var sérstök sýning á mynd sem heitir Lítil þúfa sem ég gerði eiginlega árið áður en ég gerði Land og sinni. Ég reyndi að tóka hann upp bara vorið og svo fórum við í Land og sinni seinni hluta sumars. Já. Þessi mynd greinir frá menntaskólastelpu sem verður ólétt og þetta er bara, þú veist, hún að fara í gegnum það ferli og eignast á barni og þá er myndin búin. En það er svona minn máti að segja þessa sögu hann skýrir svolítið af hverju mér fannst fullkomlega sjálfsagt og eðlilegt að fara að vinna með stuðmönnum að þeirra mynd. Það er svona ykkur svona lágstendur húmor þarna sem var nú reyndar ekkert svo óskaplega lágstendur þegar við gerðum í áttarinn en það eru samt sko ég var alltaf með þennan hóp af villingum sem voru með dálítið áberandi húmor og ég var alltaf að reyna að draga það niður í eitthvað sem að gat verið raunveruleiki eða nálgast raunveruleika. Já, en hvað er satt og það held ég að hafi verið sko þessi tókstreita okkar sko sem var kannski ekki svona áberandi tókstreita sem ég fekk að ráða. Já.
þeir báru respekt fyrir mér, ég veit ekki af hverju. Og það, útkoman verður eitthvað sem bara hefur þetta langtíma gildi. Já. Hvað satt úr lögin með handriti sjálft? Hve lausbeislað var það? Voru orðin sem þeir sögðu, voru þau í handritinu eða var mjög mikið improviseringar? Sko, ég skrifaði handrit sem upp á rúmlega 40 síður. Náttúrulega söngvarnir voru allir komnir á undan. Þeir voru allt vorið að semja þessi lög og þessa texta. Og þar með var alveg vitað það er ekki þetta að improvisera með það á tökustad. Í mínu kvikmyndahandriti þá voru yfirleitt ekki samtöl. Heldur var sagt út á hvað hver sena ætti að ganga. Já. Og þegar maður fer að brjóta það niður þá það tiltölulega einfalt mál að hver sena kannski með ein skilaboð, kannski kemur eitthvað eitt annað eða í mesta lagi tvennt annað sem þarf að koma fram. Og þannig við byrjuðum á að æfa þetta og æfingarna gengu út á gærarnir eru hættar, hvað gerum við þá? Við bara förum einir, við bara förum án þeirra, við þurfum ekkert svona gærur. Þetta kannski svona meginatriðið í þessari senu, en svo var spunnið í kringum það. Já. Og þá koma svona setningar eins og það verður enginn að skota srúta, það verður langferðabíll, eitthvað svona sem að ég skrifa alls ekki. Nei, bara Valgeir. Valgeir datt þetta í hug. Já, og þetta kom svona til. Já. Það er annað sem ég ekki reynda mjög vænt þau eru á æfingu, þannig að segja rétt, sennin næst á undan og það er smá samtal sem improviserað, þau eru að æfa ástardúettinn og svo kemur upp svona svolítið rimma milli aðal söngvarana, hann milli að þær séu með einhverjar svona þokkafullar hreyfingar. Já. Og segir bobbingarna fram og eitthvað svona. Já. En þegar hann kallar eftir þessum hérna þokkafullur hreyfingum þá segir datt upp úr Röggu í töku verð þú þá bara í því? Já. Ég veit. Og það var eitthvað ólega fyndið í og lífandi vegna þess að það var ekki undirbúið. Nei. Sko, þurftirðu margar tökur í flest atriðin? Sko, ég þurfti að taka til dæmis þetta atrið var tekið á 3 vélar. Já. Af því að það var aldrei hægt að klippa saman tökurnar. Nei. Samtölunum voru alltaf svo ólík. Já. Svo að samtalsirinn voru teknar upp á 2 eða 3 vélar. Já. En svo músikatriðin þá voru við bara með eina vél vegna þess að það var allt fyrirfram ákveðið. Já. En það hefur verið eitthvað einstakt í gangi þannig. Já. En svo tóku þér ég skrifaði söguna. Ég á söguna. Ég á þetta atriða handrið eiginlega bara sagan. Já. Það svona beinagrindin í þessu. Já. En svo komu öll þessi fyndnu tilsvör frá þeim. Já. Og þú sagðir áðan að þeir eru skrifað þarna heilt vor, verða að semja músíkina heilt vor, en maður hefði alltaf geta giskað á að þetta væri 10 ára safn af vinnu sem væri komið saman. Þau hafa öll verið einhvern veginn bara, þetta hefur verið svona snildarskeið. Já, það voru allir í miklu stuði. Já, allir í miklu stuði. Er þessi mynd ekki öðruvísi en allar aðra myndir þínar? Hvað var þar formið eða formleysið eða hvernig maður orðaði það, sko? Það hefur oft, já. Við gerum nú tilraun til þess að kannski endurtaka þetta einhverju leyti í takt við tíman. Já. En þá var kannski svona ára aðri tímar. Já, ég veit. Og við kannski ekki alveg í takt við hann. Ég veit það ekki. En hún mér þykir enda mjög vænt þá mynd. Já. Og okkur langar til að endurvekja hana með svona söngtekstum eins og þá fyrri. Já. En hún hafði ekki músíkin sló ekki alveg í gegn eins og í fyrirmyndinni. Ekki alveg, nei.
og samt fín lög þarna. Viðmiðið bara svo opaslega hátt. Já, og það líka komin aðri tímar. Já, það tímar. Þeir voru kannski ekki þarna árunum eftir aldamótin á sama stað hvað var það í ferskleika og vinsældir. Nei. En útlægin stærsta myndiðin? Kostnaðarsömust? Já, það ekki. Ég nema kannski, ég náttúrulega Nonn og Manni var mjög svona viðamikið verkefni. Já, en á íslenska mælikvarða þá var útlægin mjög dýr, já. Var ekki meirinn að segja það að hrista hana fram úr erminni? Jú, hún var eiginlega allt of stór og ég gerði hana svona óþarlega dýra, einhvern veginn. Ég var ekki mjög mikið að passa upp á þetta. Þeir hleyptu mér einhvern veginn eiginlega of langt með í eðslunni, sko. Mikil fjárhagslegu lífsáski sem að fylgdi því náttúrulega að leggja allt undir fyrir hverja bíómynd. Já, það gerðum við nú alltaf, sko. Já. Og það reyndar, ég gerði það sumuleyti ennþá en ég bara upp að 10 milljónum. Já. Með síðustu myndirna sem ég gerði. Já, einmitt. En nei, með útlagana við hefðum alveg getað valið auðveldari tökustæði í grennd við Reykjavík. Við þurftum ekki að fara upp í Hítardal á Mýrum. Það var mjög kostnaðarsamt. Ég fyrirgef mig frekar að fara vestur á Firði og taka í Hergilsey og í Geirþjófsfirði sem eru í sögustaðni sem eru í Gíslasögu. Já, einmitt. En ég sé svolítið eftir að hafa verið með alla hennan sirkus þarna upp í Hítardal. Já. En einhvern tímann minni mig að ég hafi tekið við þig viðtal bara kvöld. Ég var að vinna á einhverju blaði og varstu örugglega forsíðu frétt okkar daginn eftir. Þú varst þá ekki alveg sáttur með hvort þetta hét kvikmyndasjóður eða eitthvað svona hvernig var séð menningarlandslæðið í kvikmyndageiranum eða eitthvað svoleiðis. Manstu eftir þessu? 1990 eitthvað, held ég. Kannski 6 eða 7. Nei, ég maður ekki. Ertu vissum að það hafi verið ég? Ég held það hefði verið þú. En ég er búin að vinna svo marga áratugir sem bransa ég mannstundum ekki alveg þegar ég fer aftur, var það þess eða var það hinn? Nei. Þú manst ekki eftir þessu? Nei, ég gera það nú ekki. Nei. En ég ætlaði að spyrja þig í tengslum við þetta, hvort sem það varst þú eða einhver annar kortleikiðinn sem að var að tala um þessar veraldlegu aðstæður er eitthvað betur búið að svona brautryðjendum eins og þú sannlega hefur verið, að menn hafa nú tengt íslenska kvikmyndavorið bara við þínar myndir og svona. Er eitthvað auðveldar í dag að til dæmis fyrir ungan mann með sömu hugsjónir og þú hafðir, er það erfiðara eða auðveldara að láta draumana rætast og segja þessu sögur fyrir þjóð? Þetta er stór spurning. Ég er eiginlega ekki viss svarið. Ég held að hafi nú verið tiltölulega auðvelt fyrir mig að komast að einfaldlega í ljósi þess að það var ekki mikil samkeppni. Já. Ég kom einhvern veginn heim á réttum tíma, alveg bara réttu augnabliki. Já. Og fékk strax tækifæri til að gera mynd sem heitir Skólaferð, sem er endar hún er byggð á ákveðinni selsferð sem var farin þegar ég var í menntaskóla og við trúðum því nokkur krakkarnir að þriðja heimsstyrjöldin væri yfirvofandi, við trúðum því í hálftíma. Já. Það var svona, það kom í ljós að þetta var eitthvað prógram sem bekkjaráðið hafi samið. Já. Og byggði á ágætu verki eftir Ragnar Arnalds. Já. Sem hann skrifaði til þess að vara fólk við herstöðin og Keflavíkurflugvelli. Já, einmitt. Og úr þessu gerði ég klukktíma verk sem var tekið upp í sjónvarpi og vakti svona svolítið athygli og þannig svona vakti ég athygli á sjálfum mér. Já. Svo kom þessi litla þúfa sem ég nefndi hérna aðan. Já. Og svo er ég bara komin í bíómyndirnar. Já. Og þegar ég fyrir að hugsa tilbaka þá er þetta
í raun og veru virðist vera mjög greið leið og ég held að hún sé ekki svona greið fyrir ungt fólk núna. Það þarf að hafa meira fyrir því að koma sér á framfæri. Já. Markaðsmennskan. Já. Hún í öllum listgreinum núna verist vera mjög svona stór þáttur. Já. Samfélagsmiðlarnir og... Ég hættur að skilja þetta, sko. Já. Einmitt. Og kannski þakklátur bara að hafa verið til hafa verið öflugastur á undan þeirri byltingu. Já, ég held að eins og ég segi, ég var þessi áratugur þarna 9. áratugur hjá mér var það er ótrúlega hvað ég kom miklu í verk, sko. Já. Og hvað voru ólík verk sem ég gerði. Já. Já, það mjög ólík. Já, já. Hefur það alltaf verið þannig með þig að þú hefur þurft að fara úr einu í annað? Ég var eiginlega aldrei að leita svona að mínum persónlega stíl þó ég sjá hann svona eftir á. Eins og ég var að segja, ég sé líkindi með lítilli þú og með allt á hreinu. Já. Eitthvað sem ég held að til dæmis að Jakob Frímann gerir ekki. Ég held að hann skil ekki hvað ég er að tala þegar ég er að segja þetta. Þarna gerði ég líka svona sjónvarpsgerð af Gullnahliðinu sem vakti mikla athygli. En var svo dýr í framkvæmd að það var aldrei hægt að endursýna hana. Hún var sýnd á jólum 86 eða 84 einhvern tímann miðjan 9. áratuginn. Og þetta ég að gera ég er að gera þessar bíómyndir. Ég gerði 4 bíómyndir á 5 árum. Þetta Það í lífi sumra okkar þegar við horfum aftur, bara fólk skilur ekki hvaðan það fékk orkuna. Nei, en ég var líka áræðanlega á einhverju sviði svona sjálfsöryggis. Já. Ég held að maður þurfi að hafa dálítið sjálfsálit til þess að stunda þessa vinnu. Já, einmitt. Og náttúrulega tekið alveg gríðarlega vel, þjóðhetja, bara trekk í trekk. Ég þér mjög þakklátur fyrir þitt framlag og ég svona stundu þegar koma listamenn hér á Rauða borðinu þá sko bara mjög mikilvægt að við segjum hvert öðru hvað verkin okkar hafa, eins og í þínu tilviki, hvað verkin þín hafa gefið mér mikið. Það ekki bara þannig að ég sé hér til þess að spyrja þig fjarlægar einhverja spurninga. Við eigum bara að nota stefnumótin í fjölmiðlunum líka til þess að draga fram tengingarnar á mennskuna og allt það sem hefur saminað okkur í dagana rás. Já, það reyndar ágætt að heyra það. Ég er náttúrulega mjög glaður að heyra þetta en ég held líka að það sé mjög mikilvægt að svona klappa mönnum svolítið á bakið. Já. Mér finnst reyndar sko umræðan á samfélagsmiðlum vera of mjög neikvæð. Já. Eiginlega óþarlega neikvæð og fólk tekur gríðarlega stórt upp í sig. Já. Gjarnan mál sem eru ekkert óskaplega hugsuð í þaula. Það svona vanhugsaðar athugasemdir sem eru bara rangar oft á tíðum. En svo getur verið að fáir villandi mynd eins og ég af því sem verið að segja að það einhverja algoritmar sem ýta að okkur efni sem umdeildast eða þar sem eru notuð stærstu orðin og eitthvað þannig að kannski þetta engin spegill af því sem að eiga þessi stað. Þetta bara, þau vita hvað það sem að kveikir í okkur og hvað fær okkur til þess að hneykslast og þetta nú meira rugli og svona. Já. Já, það þetta rétt. Ég held að það sé rétt í þér. Það eru ótrúlega margir sem að sko langar til að hætta á samfélagsmiðlum. Já. En telja sig ekki geta það. Að nota til dæmis Messenger forritið eins og ég og þú þegar við tölum saman þegar við ákveðum að hittast hér í dag þá notum við Messenger á Facebook. Já. Og þannig að maður veit ekki alltaf hvað leiðir út. Og svo verður þetta þessi neikvæða umræða til þess að einhverju gaukar eins og við förum að hneykslast á því. Þetta sé allt saman óskaplega neikvætt. Já, sjálfbar hringrás. Já.
Ágúst, en það bara mjög gaman að hitta þig og ég hlakka til að lesa þessa bók. Það Ormstunga sem gefur út. Já. Það nú bara ekkert auðvelt að fá forlag til þess að gefa út bækur í dag. Bara vel gert hjá þeirra. Náður í Já, hann gaf líka fyrir 2 árum litla sögur sem ég skrifaði, svona álíka stóra sögur sem ég skrifaði Ingmar Bergman þegar hann var ungur að árum, áður en hann var frægur. Mér var stoltið merkilegt að hann skildi hafa þá 31 árs gamall verið orðinn 5 barna faðir. Já, var það þannig? Það var bara þannig. Já. Og ég fór að skoða þetta og endaði með að skrifa þetta niður sem svona stuttaskaldsögu svona ástalíf Ingmar Bergmans þegar hann var 31 árs. Þú fyrirgefur mér, en fyrsta spurningin sem að kom upp í hugan var, og ég ætla bara að spyrja hennar, vanrækti hann þau öll? Kannski ekki þau yngstu. Nei. En annars er ég nú ekki rétti aðeins til að spyrja það. Nei, en hann fór frá þessum 5 öllum. Já. Svo svo skrítið að þau urðu síðan leikarar og leikstjórar. Og sá kannski nafntogaðasti Mats Bergman. Hann var tæplega 2 ára tvíburi þegar Bergman yfirgaf fjölskylduna. En hann hefur síðan komið fram sem leikari og hann til dæmis réttarlæknirinn í þáttunum hvað heitir hann þarna í Ystad? Wallander. Já. Hann réttarlæknirinn í Wallander þáttunum. Já, ég veit. En fylgja því einhverja kvaðir að sko, ertu að fara að lesa upp eða náttúrulega hóf það ekki útgáfahóf? Jú, það verður smá útgáfahóf á morgun. Já, það á morgun? Já. Þú mátt alveg auglýsa það, hvar það er? Ég hef búin að setja það á Facebookin allavega. Já. Nei, og útgefandinn auglýsir það náttúrulega líka. Já. Nei, það verður bara, í forlaginu. Fiskislóð. 12 á morgun, klukkan 5. Guð mig góður, ekki spyrja mig hvaða dagur, þeir eru allir eins á mér. Jú, það er 11. Já, 11. Já. Einmitt. Já, þannig að þú bíður spenntur eftir því að... Já, ég svona, bara eins og venjulega, maður veit ekki neitt hvers konar viðbrögð verða, eða hvort að verða nokkur viðbrögð. Nei. Og það bara kemur í ljós. Ertu fullkomlega æruljós, gagnvart því? Já, ég held það, já. Er það? Ég hef margar fjöruna sopið, eins og sagt er. Við höfum náð miklum þroska á allir nokkrum áratugum. Nei, maður er nú alltaf pínulítið, það er alltaf pínulítið skrekkur í manni. Já. Var þetta sniðugt? Já. Átti maður að gera þetta? Já. En það er ákveðin léttir þegar allt er komið í gegnum síðustu próförk og maður getur engu breytt, er það ekki? Jú, það er það sem er liti. Já. Jú, það er rétt. Og þetta er alltaf lúkning, þetta er einhver, þetta eru skil, maður lokar einhverjum kafla sem er svo mikilvægt að gera. Já, ég er ekki bara að loka þessari bók, ég er líka að loka þessu verkefni sem ekki tókst að koma á koppinn. Einmitt. Sem er að vísu svona svolítið öðruvísi, það bættist aðeins við söguna. Já. Til dæmis bætti ég því inn að aðalpersónun er úr sveit eins og þú og hann er hagyrðingur. Já. Og hann er að yrkja bara fyrir sjálfan sig. Já. Hann er svona dæmigert skúfuskáld. Já, einmitt. Skemmtilegt, ég óskaði til hamingju með útgáfu Lux. Sögu Korn er undirtitill, novella. Þú ætlar að halda áfram að skapa. Og rétt að byrja? Já, rétt að byrja. Er það ekki? Jú. Já, mér líst vel á það. Kæra þakkir fyrir komuna að Rauða borginum. Takk fyrir að hafa mig. Ágúst.
Og með þessum orðum ætlum við að ljúka rauðaborðinu í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Þökkum ykkur samveruna, þökkum öllum gestum, þökkum ykkur sem hlustið og horfið og hvetjum ykkur ef þið hafi huga á að styrkja samstöðuna og auka þar með líkurnar á blómlegri dagskrá hér áfram og líftíma okkar. Að líta við á vefslóðinni samstöðin.is, skrolla niður og finna hnapp sem heitir áskrift gegn afskaplega hóflegu gjaldi á mánuði aðeins 2.750 krónum. Getið þið gerð styrktaraðilar samstöðurinnar og við þurfum fleiri styrktaraðila. Það er ekki sjálfgefið að stöð eins og þessi sé í loftinu frítt fyrir ykkur öll. En þið ykkar sem eruð aflögufær endilega haldið áfram að skaffa okkur eldsneyti. En þættinum er lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.